Ég býð ykkur velkominn hérna til fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 704 og haldinn miðvikudaginn 1. nóvember á því herrans ári 2017. Það eru 10 mál á dagskrá. Það fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar, efstablaði, síðan koma 2 fundargerðir frá bæjarráði, 3 fundargerðir nefnda og síðan 4 fundargerðir til kynningar til lokin. Við byrjum á fjárhagsáætluninni og ég hyggst gefa Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra orðið fyrst til þess að fara yfir áætlunina og síðan verður orðið gefið laust. Gjörðu svo vel. Já, takk, forseti. Það mitt hlutverk að fara hér aðeins yfir fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018 til 2001 sem hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn núna 1. nóvember. Samkvæmt plani síðan meiningin að seinni umræðan verði þá að mánuði að 2 fundum liðnum, það sé 29. nóvember ef að bæjarstjórn ákveður að vísa fjárhagsáætluninni þangað sem vaninn hefur nú verið. Það þarf samt að gera það með formlegum hætti. Það sjálfsögðu. Það skal leggja fram fjárhagsáætlun sveitarfélags fram fyrir 1. nóvember ár hvert. Hún var lögð fram í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag. Drögum að fjárhagsáætlun og vísa til bæjarstjórnar til fyrri umræðu. Áður hafði bæjarráðið að fjalla einstaka þætti áætlunar eins og tekjuhluta hennar, eins og forsendur og eins og einhverjar fjárfestingar og síðan kom skjalið í heild sinni til bæjarráðs eins og ég sagði áðan síðastliðinn fimmtudag. Þetta í raun og veru tvíþætt, annars þetta fjárhagsáætlun sem bindandi fyrir næsta fjárhagsár, þar að segja fjárhagsárið 2018 og svo langtímaspá eða langtímaáætlun fyrir árin 2019 til 2021. Sú áætlun ekki bindandi, heldur stefnumarkandi. Og svo gera aðeins grein fyrir á hverju sú langtímaspá eða langtímaáætlun byggir, að hún raun og veru tekur það þjónustustig sem að fjárhagsáætlun 2018 gengur út frá og framlengir það árin 2019 til 2021. Það sé að það er engar stefnumarkandi ákvarðanir sem að koma fram í þessari einhverja breytingar eða breytingar á þjónustustigi. Hún gerir hins vegar ráð fyrir vexti í samræmi við íbúaspá. Það sé að sá íbúaspá sem hefur verið lögð fyrir bæjarráð og hluti af fjárhagsáætluninni fyrir 2018 til 2021. Og þá hækka einstakir gjaldaliðir og tekjuliðir í samræmi við þá íbúaspá. Sem og gert ráð fyrir þeirri fjárfestingaáætlun sem að liggur til grundvallar fjárhagsáætluninni, hún hefur verið rædd sérstaklega í bæjarráði og svo hluti af þessari áætlun ársins 2018 og svo langtímaspáni þar og eftir. Fjármagnsliðir eru uppreiknaðir miðað við verðlagsspá og eins og ég sagði áðan og þá áætlunin þar sé langtímaspáin ekki bindandi eins og áætlunin fyrir 2018. Þannig eru sveitarstjórnarlögin. Og bara aðeins til að gera grein fyrir forsendunum frekar hér í þessari töflu sem sést hér á skjánum að hér gerð grein fyrir vísitölu eða spá vísitölu neysluverðs á árunum 2017 til 2021. Ég vil þá vekja athygli á því að svo kom fram á vinnufundi bæjarstjórnar í gær að verðlagsspáin, verðlagsforsendunar fyrir árið 2018 eru ekki nákvæmlega þær sömu og í þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá því í maí síðastliðnum, sem átti að gilda frá maí árin 2017 til maí
2018. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 3,25% hækkun verðlags þá innan ársins 2018 vegna þess að sú spá liggur ekki fyrir í stað 2,9% sem að þjóðhagsspáin segir til frá maí til maí 2017 til 18. Og þetta er svona til varúðar og til samræmis kannski við það sem stærri sveitarfélög hafa verið að gera að reikna hærra verðlag heldur en þessi verðlagsspá þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því maí segir til Og síðan er gert ráð fyrir eru forsendur launavísitalan eins og hún kemur fyrir í þjóðhagsspánni og fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir 6,5% hækkun launa í landinu og það er líka svo tala sem við notuðum til þess að uppfæra okkar tekjuspá í þessari áætlun og svo er það 5,9% og svo framvegis árum 2019 til 2021. Og svo er það íbúðarspáin að það er gert ráð fyrir töluvert mikilli fjölgun íbúa, eða ekki töluvert, bara mjög mikilli fjölgun íbúa í Mosfellsbæ á næstu árum samkvæmt okkar íbúðarspá. Í árum 2017 er gert ráð fyrir íbúum fjölgi hér um 7,4% og á árum 2018 5,9%. Það verði komið niður í innan gæsalappa, þetta orðaða þannig, niður 3,9% árum 2020. Þannig að þetta eru forsendurnar sem eru þá fyrir annars vegar fjárhagsáætlun ársins 2018 sem er bindandi og svo langtímaspánni 2019 til 2021 sem er það ekki. Hér er rekstrarreikningurinn. Það er hér rauntölur 2016, útkomuspá 2017 og áætlun fyrir árið 2018 og svo langtímaspáin. Ég ætla ekki að telja þessar tölur allar saman upp, þær eru til á blaði og verða svo aðgengilegar á vef Mosfellsbæjar. En ég vil vekja athygli á því að tekjur Mosfellsbæjar eru ráðgerðar 10 milljarðar og 550 milljónir á árinu 2018. Skatttekjur eru að hækka töluvert milli áranna 2017 og 2018 sem að skapast af tvennu, annars vegar náttúrulega mikill íbúafjölgun í bænum sem að ég fór hérna yfir áðan sem og aukinni hagsæld í þjóðfélaginu, hækkun launa sem þýðir þá að útsvarið okkar er að hækka. Fer betur yfir fasteignagjöld og slíkar hluti hér á eftir. Og gjöldin eru á árinu 2018 áætluð 9 milljarðar 227 milljónir. Þar af eru náttúrulega launagjöld helmingur, það er 4 milljarðar 712 milljónir. Og framlegð eða afgangur eftir þegar að regluleg gjöld eru dregin frá tekjum er 1323 milljónir. Afskriftir eru 328 milljónir og þá niðurstaða rekstrar samstæðunar á B-hluta fyrir fjármagnsliði áætluð jákvæðum 995 milljónir. Fjármagnsgjöld eru áætluð rétthæp 650 milljónir og tekjuskattur fyrst og fremst af hitaveitu, rekstri hitaveitu 27 milljónir og rekstra niðurstaða því áætluð jákvæð á árinu 2018 upp á 318 milljónir rúmar. Það hefur verið rekstrarafgangur af rekstri bæjarins undanfarin 2 ár, hann var 380 milljónir árið 2016, áætlaður 230 milljónir í útkomuspá 2017 og svo þessi 318 milljónir 2018. Sumum kann kannski að finnast þetta séu háar tölur og það eru það náttúrulega, 318 milljónir eru há tala. En ég held að það þurfa að skoðast í því ljósi að fyrsta lagi það er góðæri í þjóðfélaginu þessar mundir og þá er ekki óeðlilegt að opinberar aðilar og sveitarfélög skili rekstrarafgangi. Við lentum í því hér í kjölfar hrunsins að það voru einhver ár með halla, með rekstrarhalla þó að það hafi ekki verið mikill, þá var það
var það halli og það er sjálfsagt ekkert markmið að sveitarfélög séu til lengri tíma að skila rekstrarafgangi en þetta góðu og slæmu árin þurfa að jafnast út og þó að bjart sé framöndan í íslensku þjóðfélagi þá er ekki endilega víst að það verði svo mikil hagvöxtur og svo mikil hagsæld til þetta er vant að ganga í einhverjum sveiflum að þetta endist endalaust og við þurfum því að eiga afgang og síðan er það kannski ekki síst önnur ástæða það er svo að bæjarfélagið stendur í miklum framkvæmdum þessar mundir eiginlega fordæmalausum framkvæmdum hvað var upphæðir varðar við erum að ráðgera að einhverjar framkvæmdir árinu spurning kannski að loka þessu glugga einhverjar framkvæmdir á árinu 2018 verði milli 15 og 1600 milljónir sem er mjög hátt og stærsta einstaka framkvæmdin er sjálfsögðu Helgavíkurskóli þar sem ráðgert er að ífara í 1200 milljónir. Bæjarfélagið stækkar hratt eins og við komum hérna áðan. Það þýðir líka að það þarf að fjárfesta í innviðum og það er sveitarfélagið að gera og að þess vegna er nauðsynlegt að reksturinn skili einhverju upp í þær fjárfestingar sem að fyrirhugaðar eru á árinu. Það séu ekki alls saman tekið að láni. Þannig að rekstrarniðurstaða að einhverju stærðargráði kringum þetta tel ég sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins æskilega miðað við núverandi aðstæður, hvort það verður ákvörðað 380 milljónir eða eitthvað aðeins hærri eða eitthvað aðeins lægri. Það kannski skiptir ekki öllu máli en svona þessari stærðargráðu mjög æskilegt. Og svo sést þarna að það er stígandi í þessari rekstrarniðurstöðu, það er ráðgert svona svipuð árið 2019 en fari hækkandi árin 2020 og 2021 en þar er náttúrulega gert ráð fyrir náttúrulega áframhaldandi uppbygging og þeim innviðum sem fara á stað með en það getur vel verið á síðari tímum koma einhver ákvarðanir þeirra sem hér sitja í bæjarstjórn þá sem að myndu hafa áhrif á þá rekstrarniðurstöðu. Það er mér kosti verið gangurinn í þessu í gegnum tíðina. Þannig að ég bið kannski fólk að horfa með svona þeim gleraugum á þessa áætlun. Hún er ekki bindandi og það er hægt að breyta henni og verður örugglega gert með einhverjum hætti þegar árin líðar. Efnahagsreikningurinn, ég ætla svo sem heldur ekkert að vera að lesa þessar tölur allar saman upp. Hann er náttúrulega bólna út, eða stækka öllu heldur, bæði eignarhlutinn og skuldarhlutinn, eðli máls og samkvæmt með fjölgun íbúða og meiri uppbyggingu. Þannig að eignir samtals eru áætlaðar á árinu 2018 17 miljardar 762 milljónir sem er hækkun cirka bát 1100 milljónir frá árinu 2000 og útkomuspá árinu 2017. Sjóðstreymið, það er kannski mikilvægari tölur þar sem að er að ræða. Sérstaklega benda á töluna veltufé frá rekstri sem er áætluð árið 2018 1115 milljónir. En það er raun og veru sú tala sem eftir er á bankareikningi bæjarins þegar búið er að borga draga öll gjöld eða allar greiðslur frá tekjunum. Það sé ekki gjöld heldur greiðslur, það greiðslur sem eru greiddar út af bankareikningnum. Þannig er ekstra niðurstaðan leiðrétt þá fyrir reiknuðum stærðum eins og afskriftum, eins og verðbótum og eins og breytingum á lífeyrisskuldbindingum eða skuldbindingum. Þetta stendur undir breytingar á skuldbindingum en þetta eru breytingar á lífeyrisskuldbindingum. Þetta eru sem sagt reiknaðar stærðir, þetta er ekki peningar eða fjármunir sem fara út af bankareikningum, heldur reiknast inn í rekstrarreikningin og þegar búið að leiðrétta afganginn eða niðurstöðuna, afganginn þessu tilfelli,
Með þessum stærðum þá stendur eftir til peningar sem að ráðgert að áætlað að verði eftir á bankareikningum sem þá hægt að nota í afborganir af lánum og framkvæmdir. Og afborganir af langtímalánum eða lánum árinu 2018 áætlað 821 milljón. Þannig að það 300 milljónir sem þarna standa eftir sem við getum þá nota til þess að eigum þá upp í fjárfestingar ársins. Og þurfum þá ekki að taka lán fyrir. Sem þýðir þó það að það óhjákvæmilegt annað en að taka lán þegar að framkvæmdir eru með þessu mæli eins og hér á gert. Og eiginlega væri það mjög óeðlilegt að það væri ekki. En það semst ráðgert að taka ný langtímalán árinu 2018 fyrir 1,5 milljarð. Af þeim eru notaðar síðan 821 eða innkomi, hvernig sem við viljum líta á það, til þess að borga afborganir af þeim lánum sem fyrir eru. Þannig að þetta eru svona mikilvægar stærðir og mikilvægt að þessar tölur sé í lagi, sérstaklega þegar að sveitarfélagið í örum vexti og mikilli uppbyggingu eins og núna er. Og lykiltölur, aðeins að fara svona yfir nokkrar af þeim. Framlegðin, það sem þegar búið að draga breytileg útgjöld frá tekjum 12,5% og hlutfall veltufjár frá rekstri sem sagt 10,6%. Sem þessar 1115 milljónir sem að ég nefndi við ykkur áðan í hlutfalli við tekjur bæjarins. Og þessar tölur eru góðar, þetta eru góðar kennitölur. Það eru góðar í þeim skilningi að það eru mjög nauðsynlegar og mikilvægar í rekstri sveitarfélaga, en það eru góðar hvað varðar hvernig þær talnarlega koma út fyrir bæinn. Og mikilvægt að þær séu það við svona aðstæður. Skuldaviðmiðið samkvæmt sveitarstjórnarlögum, það fer lækkandi. Það er ráðgert að það fari niður fyrir 100% í fyrsta skipti síðan þessi viðmið voru sett í fjármálareglum sveitarfélaga. Fari í 99,4% í lok árs árið 2018. En það þá þrátt fyrir það að skuldastabbinn, skuldirnar, heildarskuldir eru samt og skuldbindingar eru samt að aukast. En tekjurnar eru að aukast meira, þannig að skuldaviðmið og skuldahlutfalli lækkar. Og það eru viðmiðin sem að sveitarstjórnarlögin segja fjárhagslegt, hvernig meta skuli fjárhagslegt hæfi sveitarfélaga og rekstur sveitarfélaga og eins og við þekkjum þá má skuldaviðmiðið ekki fara upp fyrir 150% af tekjum ársins. En þá koma athugasemdir og aðgerðir frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og ef það fer upp fyrir 200% þá verða aðgerðirnar alvarlegri eða kannski meira íþyngjandi og ef það fer upp fyrir 250% þá líkur á því að fjárhagslegur rekstur verði tekin af sveitarstjórninni og færður til eftirlitsnefndarinnar. En þetta hlutfall hefur farið sílækkandi síðan það kom. Það var alveg rétt upp undir 150% þegar þessar fjármálareglur voru settar og hefur síðan lækkað jafnt og þétt og það þá rækjast að það farið þá undir 99,4%, eða farið undir 100% segja verið 99,4% í lok árs 2018. En ég vil samt ítreka það að það þýðir ekki að skuldirnar í krónum talið séu að lækka vegna þessara miklu framkvæmda sem við erum í. Og svo kemur þarna ráðgerður íbúafjöldi í árslok 2018 upp á 11.127. 10.000 til íbúinn, hann var til að flutti hér í bæinn, íbúarnir í júní á þessu ári. Núna eru íbúarnir orðnir rúmlega 10.400 og ágætt að verði rúmlega 10.500 í árslok. Þannig að þið sjáið að fjölgun íbúa hér í bænum mjög mikil þessar mundir.
og töluvert verkefni að halda utan þetta allt saman. Hér eru síðan málaflokkarnir. Skatttekjurnar eru áætlaðar 8,5 milljarður, 8.540 milljónir á næsta ári. Stærstu málaflokkarnir eru fræðslumálin sem taka helming af tekjunum, 4.380 milljónir og svo félagsþjónustan upp á rúman 1,5 milljarð, þar á eftir æskulýðs- og íþróttamál. Þannig að þetta eru svona stærstu málaflokkarnir. Þið sjáið í þessu svona hvað þarna er verið, hvað hver og einn er að aukast eða breytast milli ára. Skatttekjurnar að hækka 13%, félagsþjónustan að hækka 10%, fræðslumálin að hækka 8%. Ég vil þá vekja athygli á því að það eru lausir samningar kennara nú á þessu ári, og inn í þessari tölu er ekki gert ráð fyrir, það er ekki áætlaðar breytingar á launum kennara í þessum tölum. Það er hins vegar tekið frá í sameiginlegu lið sem er undir sameiginlegu kostnaður, fjármunir til þess að áætlaðar fjármunir til þess að standa undir gerðum kjarasamningum á árunum 2018. Kennurum, leikskólakennarar eru líka með ákvæði í sínu samningi ef að kennarar hækka meira en þeir, og þá geti þeir fengið leiðréttingu. Það er líka gert ráð fyrir nýju starfsmati hjá háskólamenntuðu starfsmönnum sem geti leitt til aukins launakostnaðar, þannig að það er búið að taka frá áætlað fjármagn til þess að eiga fyrir þá þessum útgjöldum sem væntanlega koma á árinu 2018. Og síðan er þarna eignarsjóðurinn og þjónustustöðin og svo vélhundastofnanirnar, og samtals gerir þetta þannig að, eins og ég sagði áðan, að áætlaður afgangur samstæðan eru 318 milljónir, meðan að aðalsjóðurinn er að reka sig jákvætt upp á 450 milljónir. Þannig að þetta eru svona helstu tölurnar í þessu. Svo er hér fjárfesting í varanlegum rekstrarformunum eða fjárfestingar. Þar er, eins og ég nefndi áðan, stærsta fjárfestingin Helgavíkurskóli í nýbygging, 1200 milljónir, og svo er hérna gert ráð fyrir fjármunum í fjölnota íþróttahús, það verður hafist handa við það, og samtals eru fjárfestingar í A-hluta upp á 1260 milljónir. Og þegar B-hlutin sem nú ekki eftir að læður við, þá er þetta þessar 15-16, ég man ekki nákvæmlega töluna, milli nálægt 600 milljónum sem að fjárfestingarnar eru á árinu 2018. Aðeins hérna, ég held að væri hérna glæra með áherslunum, ég finn hana bara hér í greinagerðinni. Nú ætla að fara aðeins yfir áherslunar sem eru koma fram í þessari áætlun. Eða svona það tillögur skulum við kannski frekar orða það, því þetta er alltaf tillaga að fjárhagsáætlun. Hún gæti tekið breytingu milli umræðna, en eins og ég nefndi hérna, þá er hér, það er betra rekstrarumhverfi sveitarfélaga nú þetta árið og var í fyrra líka heldur en verið hefur undanfarin ár. Ég hef verið hér bæjarstjóri núna í 10 ár og það, bara satt best að segja, var ekkert mjög þægilegt og mjög skemmtilegt verkefni að koma saman fjárhagsáætlunum svona árin eftir fjármálahrunið og allt svona til ársins 2015 og 16, bara töluvert mikið og erfitt verkefni, og það var lítið hægt að svona bæta við og auka þjónustuna, gott ef að sveitarfélög gátu svona haldið í á þess að þurfa að vera að minnka eða skera niður. En þessi fjárhagsáætlun felur í sér svona töluverðar réttarbætur fyrir íbúa bæjarins. Það er verið að bæta í, það er engin spurning. Við höfum það sem áherslu að það sé afgangur á rekstri bæjarins, og ég vísa til þess sem ég sagði hér áðan að það sé nauðsynlegt með þær aðstæður sem eru, annars vegar þær aðstæður sem eru í þjóðfélaginu og þær aðstæður sem eru hér hjá okkur í Mosfellsbæ, stöndum við mjög miklum fjárfestingum. Og þá er eðlilegt að reksturinn standi
undir þeim einhverju leyti, því að þegar að bærin stendur í fjárfestingum þá líka mjög líklegt að tekjurnar séu að aukast, fleiri bæjarbúar, fjárfestingarnir eru oftast nær til þess að taka móti slíkum aðstæðum eins og okkar tilfelli núna og því mikilvægt að reksturinn standi undir að minnst hluta til þeim fjárfestingum sem eru áætlaðar við slíkar aðstæður. Alltaf útópía eða ómögulegt að það standi undir öllum, það ekkert óeðlilegt við það að það taki einhvern tíma að borga niður fjárfestingu eins og einn grunnskóla. Það ekki hægt að ætla sér þess að taka slíkar fjárfestingu eða slíkar fjármuni út úr rekstri til eins árs, það þarf að gerast á einhverjum tíma, en það eðlilegt að eitthvað af þeim fjármunum sé fari í slíkt og ég hef stundum nefnt það svona kannski 20-25% af þeim fjármunum sem að bærinn að skila hverju sinni getur þá farið upp í það og það að gerast hjá okkur í þessu tilfelli. Og við erum að lækka, það gerð tillaga um það hér að það séu lækkuð álagningarhlutföll fasteignaskatts, það að segja fasteignaskatts, vatnsgjalds og fráveitugjalds. Þetta gert vegna þess að fasteignamat hefur verið að hækka mikið bara vegna verðmætaaukningar á húsnæði. Fasteignamat í Mosfellsbæ hefur hækkaði milli ára rúm 15%. Það sé að stabbinn, heildartala fasteignamats í Mosfellsbæ og það má rekja til tvenns, annars vegar verðmætaaukningar á þeim eignum sem fyrir eru og svo magnaukningar, það sé að búið að byggja mikið í bænum og fleiri eignir og eignir stækka á breyttum byggingastig og svo framvegis og við leiðréttum þetta fyrir því, þar að segja annars vegar verðlagshækkunum og svo þessu sem að verður til vegna magnaukningar og því hér lagt til að álagningarhlutföll fasteignagjalda lækki 11%, það er að segja álagningarstuðlarnir lækki 11% og þá á það að vera þannig að sá sem á eign sem hefur ekkert breyst, hefur ekkert verið bætt við eða stækkað milli ára að borga raungildi sömu gjöld árin 2017 og 2018. Þó getur þetta eitthvað, þetta er meðaltali svona, auðvitað getur fasteignamat á mismunandi stöðum í bænum, mismunandi götum hækka mismunandi mikið, þannig að einhver geta fara eitthvað aðeins betur úr þessu og aðrir eitthvað aðeins verið, en meðaltali þetta svona. Það ekki gert ráð fyrir því þessari fjárhagsáætlun að gjaldskrár hækki nema með einni undantekningu, sorpbyrjugjald. Það vegna mikillar magnaukningar á sorpi til sorpu, en allar aðrar gjaldskrár eru óbreyttar. Það er að segja þessar gjaldskrár sem koma við skóla eins og leikskólagjöld, eins og frístundarsel, eins og maturinn og allar þessar gjaldskrár. Það eru allar óbreyttar og það má því segja að það séu að lækka raungildi. Það er ekki einu svona að hækka verðlag. Það er verið að leggja til að frístundaávísun hækki úr 32.500 eins og er núna en verði 40.000 árið 2018, 23%. Mosfellsbær er mikill íþróttabær, það komið fram meðal annars í greiningu á því að það er hærra hlutfall barna og unglinga í Mosfellsbæ sem stunda íþróttir og tómstundir og það er gott að ef bærinn er alveg fær að geta þá komið til móts við það með einhverjum hætti og auðveldað fjölskyldum að gera það og það verður að gera tillögu það hér og á frístundaávísunum hækki. Það er ráðgert í þessu eða í þessari áætlun er gert ráð fyrir viðbótarrýmum, viðbótarplássum á ungbarnadeildum leikskólabæjarins. Í fyrra voru sett 30 slík pláss í leikskólabæjarins fyrir 12 til 18 mánaða börn. Jafnframt var nú í fyrra líka samið við einkarekna skóla hér í nágrenninu og taka líka við börnum úr Mosfellsbæ. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir að fjölga plássum á leikskólum bæjarins fyrir þennan aldurshópum 20 og þá er það gert ráð fyrir fjármunum bæði í rekstur, þar að segja fleiri stöðugildum til að annast þessi börn sem og líka fjármunum til þess að laga aðstöðu í leikskólanum
fyrir móttöku þeirra. Það þarf að huga að breytingum á lóðum og aðstöðu innanhúss þannig að hún sé góð fyrir þennan aldurshóp. Það er líka verið að gera ráð fyrir því í þessari áætlun að gjaldskrá leikskóla miðist við 15 mánaða aldur í stað 18 mánaða aldurs áður. Það er réttarbót að sjálfsögðu, þar að segja að barn sem er á leikskóla bæjarins, er leikskólaekstur annars staðar, er hjá dagforeldri, borgar gjald samsvarandi leikskólagjaldi í Mosfellsbæ frá 15 mánaða aldri. Í stað þess að borga eins og viðkomandi væri hjá dagforeldri sem er þá minna niðurgreitt. Og vonandi getum við haldið áfram þessari braut á næstu árum og farið með þetta ennþá neðar. Og eins og ég nefndi hérna áðan, þá er gert ráð fyrir fjármunum við að hefjast handa við að reisa fjölnota íþróttahús að Varmá, svokallað knatthús líka, hálft hús sem yrði þá byggt yfir gamla gervigrasvöllinn að Varmá, samkvæmt stefnumörkun sem Ungmennafélag Afturelding hefur sett. Það voru nú tímabili áform að byggja stærra hús yfir aðalvöllinn en þessi áform ganga út á þetta og ég held að þau séu mun skynsamari heldur en að ráðast í hinna framkvæmdina sem bærinn hefur aldrei einn og sjálfur geta gert, hefur þetta að gera það með einkaframkvæmdi að slíkum hlutum sem þá því takmar ekki eins víðtækar heimildir bæjarins til afnota húsinu eins og hér er gert ráð fyrir að bæjarinn byggi það sjálfur. Vonandi verður hægt að ljúka þessari byggingu árið 2019. Það er líka mikilvægt að svona verkefni gerist hratt. Það er verið að gera ráð fyrir í þessari áætlun, að drögum áætlunum að framlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulegri og eldri borgara hækki 25%. Það er að segja fjárhæðin í það verkefni er í áætlun að hækki 25%. Þá síðan eftir og þarf að útfærast milli umræða hvernig þá nákvæmlega því fjármagni verið dreift með tilliti til tekjuviðmiðana. Það er verkefni sem við erum þá eftir að útfæra nánar. Það er gert ráð fyrir að fjárhagsaðstoð hækki meira heldur en venja er. Fjárhagsaðstoð hefur hækkað hér samkvæmt vísitölu neysluverðs. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir því að hún hækki samkvæmt vísitölu launa og hækki því 6,5% frá og með 1. janúar næstkomandi. Annars hefði það verið 2,8%. Og það er líka verið að gera ráð fyrir því að svokallaður sérstakur húsnæðisstuðningur hækki og tekjuviðmiðin verði þau sömu og í almennum húsaleigubótum. Það þýðir verulega aukin útgjöld í þennan málaflokk en líka þá réttarbót fyrir þá sem eru á þessu markaðaleigumarki og þetta auðvelda þeim þá það að vera á þeim markaði og koma sér þak yfir höfuðið. Það er verið að gera ráð fyrir því að inn í eignarsjóði að viðhaldsfé til fasteigna bæjarins hækki 25%. Að það sé að halda áfram og auka við það átak sem að staðið yfir núna endurbætur og viðhald á okkar eignum. Það verið að segjast alveg eins og að svona þegar illa árar eins og gerði nú nokkuð mörg árin eftir hrun að þá kemur það niður á viðhaldi eigna bæjarins. Það er svona auðvelt að bíða aðeins með eitthvað, bíða með að gera við hennar glugga, þetta gólf eða þetta, gera það bara næsta ári eða árið þar á eftir. Og þá þurfum við líka að sjá til þess að þegar betur árar og vel árar að við getum þá bætt þann skaða eða bætt það sem að það hefur við höfum ekki getað lagt eins mikið í og það hefur verið að gera það hérna og hefur gert á þessu ári og næsta ári þannig að það hefur verið að gera sérstakt átak í því. Og síðan svo ég nefni eitt í viðbót en það er svo sem fullt af fleiri atriðum sem að í þessari áætlun eru sem að langt mál kannski væri núna eða hér að fara yfir en hún gerir hérna ráð fyrir þessi áætlun að starfsmönnum bæjarins standi til boða svokallaður samgöngustyrkur. Þetta er allavega hugmynd og samgöngustyrkur er það þegar gerður er samningur milli starfsmanns og vinnuveitenda það að starfsmaður komi ekki á bíl í vinnu 4-5 dögum vikunar. Skiljanlegt heima, komi þá í staðinn með almenningssamgöngum á hjóli eða gangandi.
þetta kannski tvíþættur tilgangur með þessu. Annars vegar að umbuna starfsmönnum og fyrir þetta. Þetta skattfrjálst. Ríkisskattstjóri hefur úrskurðað að styrkur sem þessi sé ekki skattlagður ef hann fer ekki upp fyrir ákveðið mark, upphæðið þar að segja. Þannig að þetta rennur beint í vasa starfsmannsins sem hann getur þá nota það fé til að kaupa sér strætókort eða fjármagn að kaupa hjóli eða gönguskó eða hvaðina. Þetta er umhverfismál, reyna að fækka ökutækjum í umferðinni. Líka það að tímasparandi, því að það alltaf mikið af ökutækjum í umferðinni og gerir okkur það svona stundum erfitt fyrir að komast leiðar okkar, sko það tíminn sem við erum að fara úr og í vinnu. Og þetta getur líka orsakað það að bílastæði í kringum okkar stofnanir séu betur nýtt, meira aðgengileg þá fyrir þá sem eru að koma þar hverju sinni, þar sé viðskiptavinnuna, foreldrarna og börnin til að mynda og slíkt. Þannig að ég vona að þessi hugmynd falli góðan jarðveg hérna í bæjarstjórninni í þessum umræðum hvað varðar fjárhagsáhrifina. Þetta líka táknrænt að við séum, það gengur betur að reka sveitarfélagið þessi árin og við erum líka þá að skila einhverju af því til starfsmannanna með því að afhenda þeim eitthvað af því táknrænt eitthvað af þeirri stöðu. Þannig að þetta eru nokkur atriði sem að þessi fjárhagsáhrif innifelur. Ég þeirrar skoðunar að þessi upptalning hér á þessum hugmyndum með áherslum sem framkom þessari áætlun geti samstarfað sér mjög vel meðal bæjarstjórnarinnar. Þetta eru atriði sem með einhverjum hætti allir hafa nefnt, einhver þeirra. Þetta hefur verið rætt í nefndum bæjarins, hugmyndir hitt og þetta, eitthvað þessu afleiðing af því. Þetta hefur verið nefnt hér við aðrar fjárhagsáætlanir, frístundaávísun, leikskólamálin, afsláttur af fasteignagjöldum eldri borgara og svo framvegis. Þannig að ég ber þá von í brjósti að það geti orðið góð samstaða það að hrinda þessum þjónustubótum fyrir íbúa Mosfellsbæjar í framkvæmd. Við höfum efni á því núna, en við þurfum líka að fara varlega að þó að vel árið þá þurfum við líka eins og ég margítrekað að sýna ábyrgð og skila fjármunum í þær fjárfestingar sem við erum að ráðast í. Það er örugglega svigrúm til að breyta þessari áætlun eitthvað. Hvort að afgangurinn nákvæmlega 318 milljónir er kannski ekki aðalatriði, en allt þeirri stærðargráð eitthvað kringum það tel ég sem framkvæmdastjóri sveitarfélags mjög æskilegt og annað veri ábyrgðarfullt og við þurfum að sýna ábyrgð í rekstrinum. Þannig að ég vonast til að þessar hugmyndir hér að auknum útgjöldum sem að þýða þá réttarbætur fyrir íbúana hljóti góðan hljómgrunn. Að svo mæltu vil ég þakka öllum þeim sem koma að þessari áætlun, forstöðumönnum og starfsmönnum stofnanna sem hafa lagt í þetta, þaðan kemur grunnurinn, framkvæmdastjórum sviðana sem að vinna mikla vinnu við að koma þessu heim og saman og svo fjármáladeildinni. Og það var svolítið öðruvísi ástandi hvað varðar hana eða að koma þessar áætlun saman. Fjármálastjóri rekstist í upphafi fjárhagsáætlunar gerðarinnar. Hann setti pínu strik í reikninginn, það er ekki eins og fjármálastjóri gerir ekki neitt í þessu bæjarfélagi. Kemur í ljós með að hann gerir mjög mikið og ég vissi það svo sem fyrir. En það er líka aðdáunarvert að sjá hvernig aðrir bregðast við því. Framkvæmdastjórarnir tóku að sér meiri vinnu og svo aðrir starfsmenn fjármáladeildarinnar vil ég sérstaklega nefna Önnu Maríu sem að tók aldeilis af skarið hvað þetta varðaði og hann frábært starf og svo kom náttúrulega Pétur, hann gæti ekki setja á sér þótt að var ekki alveg komið
heilsu kom hér og hjálpaði okkur við síðustu metrana. Það var líka ómetanlegt. Þannig að ég vil þakka öllu þessu fólki fyrir þetta verkefni. Það er ekki létt verk að koma saman fjárhagsáætlun. Það er skemmtilegra verk núna heldur en oft áður. Svona þegar það kemur í ljós að það er eitthvað til skiptana. Það er alltaf verra að þurfa að brúa einhverja 100 milljóna króna gat staðinn fyrir svona að geta það hugsanlega bætt í, og það er gaman að geta gert það núna. Þess að vonast sér til eins og ég sagði á hana að það er réttarbætur sem hér eru kynntar, lagt til að það fljóti hljómgrunn þó að það kunni hugsanlega að taka einhverjum breytingum með meðferð sveitarstjórnar. Takk fyrir. Þá opna ég fyrir mælendaskrá hérna fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar og það er nú þegar tveir komnir á mælendaskrá. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Já, hörðu, þú ert komið. Já, Takka þessa vel. Takka þessa tölur bara í burtu. Forseti, ég ætla að byrja að taka undir síðustu orð bæjarstjórinn. Þakki til starfsmanna bæjarins fyrir þessa miklu vinnu sem hér hefur verið lögð á mörkum. Það voru náttúrulega aðrar kringumstæður eins og bæjarstjórinn kom hér inn á. Fjármálastjórans var saknað en þetta gekk allt saman vel. Ég ætla ekki að fara mörgum orðum tölur úr þessari fjárhagsáætlun. Það er búið að fara vel yfir þær hérna. Ég ætla að byrja á því að segja að það að fara yfir fjárhagsáætlun er dálítið mikil vinna fyrir okkur bæjarfulltrúana og ég ætla að leggja það til að á næsta ári þá verði þess gætt að upplýsingafundurinn með framkvæmdastjórum bæjarins verði haldinn fyrr en núna í ár. Hann var haldinn í gær, þá sátum við langan fund þar sem að framkvæmdastjórar voru að fara yfir máli með okkur og þetta er bara of stuttur tími fyrir útivinnandi bæjarfulltrúa til þess að leggjast í hlutina eftir að hafa fengið útskýringar. Bara svona að stinga þessu af. Og hafandi sagt það, þá ætla ég að segja að það er margt mjög gott í þessari fjárhagsáætlun og það er alveg rétt sem kom fram í máli bæjarstjóra að maður sér ýmislegt hérna inn í henni sem við höfum á ýmsum vettvangi, ýmis í nefndum, á fundum okkar hér eða í bæjaráði eða rætt ýmis konar verkefni og margt af þeim er að rata inn í fjárhagsáætlun og það er mjög gott að sjá það. Ég vil sérstaklega, þó maður ég kannski ekki taka alveg einhverja viss atriði út, þá langar mig samt til þess að nefna nokkur sem ég er mjög ánægð með. Það er í fyrsta lagi það að það er þessi hækkun á fjárhagsaðstoðinni 6,5%. Það er mjög ánægjulegt að það skuli eiga að spýta dálítið vel í þar. Auðvitað má segja að það þyrfti að gera betur en þetta er allavega hækkun. Í öðru lagi þá langar mig til þess að fagna því að við erum að halda áfram auka þjónustuna við ungbörn, já, kalla maður það. Og það er verið að fjölga plássum 20 og ég ger ráð fyrir að þetta verði þá mál sem við höldum áfram ár frá ári að auka í. Þriðja lagi þá langar mig til þess að nefna aukna fjármuni sem eru settir í að nú er ég að finna þetta hérna hjá mér, aukin fjárframlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulægri eldri borgara. Það verður að hækka þau fjárframlög 25% og það held ég að sé mjög gott. Og síðustu þá langar mig til að nefna forvarnastefnuna sem við í Samfylkingunni höfum gengið nokkuð oft eftir á þessu kjörtímabili og það er sérstakt gleðiefni að núna er búið að áætla peninga í að hefja vinnu við þessa mikilvægu stefnu á komandi ári. En þó að ég sé að mörgu leyti ánægð með þessa fjárhagsáætlun þá langar okkur til þess að leggja fram nokkrar tillögur sem að fara þá inn í kerfi til skoðunar á milli umræðna og ég ætla að fá að lesa þær upp hérna
með leyfi forseta. Það er í fyrsta lagi, fyrsta tillagan hljóðar svona: Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að félagsleg heimaþjónusta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni endurgjaldslaust. Embættismönnum verði falið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig mæta megi þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og tilgangurinn með þessari tillögu er að koma betur til móts við þá bæjarbúa sem eiga rétt á heimaþjónustu, en aðgang að þeirri þjónustu gilda nú þegar mjög strangar reglur. Þetta er ekki þjónusta sem allir geta fengið. Eldri borgarar eru langstærsti hópur þeirra sem njóta þessara þjónustu og eins og þekktur úr umræðinu þá eru flestir lífeyrisþegar og öryrkjar almennt ekkert of aldir af sínu lífeyri og teljum við að þeir fjármunir sem kom inn í bæjarsjóð sem endurgjald fyrir þessa þjónustu séu það litlir að það skaði ekki að gefa það greiðslur eftir. Í öðru lagi þá leggja bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar til að leikskólagjöld verði lækkuð á komandi ári þannig að almennt gjald, það er án fæðisgjalds, fyrir 8 stunda vistun verði 23.000 krónur. Gjaldskráin taki breytingum að öðru leyti í samræmi við framangreint. Og embættismönnum verði falið að reikna út hvað áhrif þessi breyting hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig mæta mætti henni innan ramma fjárhagsáætlunar. Tilgangur þessara tillögu er að bæjarfélag komi enn betur til móts við fjölskyldur ungra barna, en það er vitað að það er þjóðfélagshópur sem hefur orðið út undan á ýmsa vegu í samfélaginu undanfarin ár. Leikskólagjöld í bænum okkar hafa verið heldur hærri en í nágrannasveitarfélögunum og við teljum það mjög mikilvægt að þessi grundvallarþjónusta bæjarfélagsins sé veitt börnum á sem sambærilegustu verði við nágranna okkar. Við teljum að ekki eiga að lækka fæðisgjaldið enda viljum við að börnin fái hollan og góðan mat í heilsueflandi samfélagi. Með því að lækka almenna gjaldið eins og tillagan ber með sér mun gjaldið fyrir 8 tíma leikskóladvöl verða sambærilegt við gjaldið í Kópavogi. Þá er í þriðja lagi. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að í grunnskólum bæjarins verði börnum boðið endurgjaldslaust upp á hafragraut í upphafi dagsins og gert er víða. Embættismönnum verði falið að kanna með hvað hætti þessi þjónustu veitt annars staðar og falið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og komið tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Tilgangur þessarar tillögu er sá sami og áður þegar við höfum flutt hana, að öllum skólabörnum í Mosfellsbæ standi til boða næringarríkur hafragrautur upp á skóladags án endurgjalds. Það er vitað að hollur og næringarríkur morgunvörur er ein helsta undirstaða þess að börn geti nýtt sér að fullu þá kennslu og tilsök sem skólinn býður þeim. Hafragrautur er ódýr og hollur morgunvörður, einfaldur en stútfullur af flóknum kolvetnum og trefjum, auk ýmissa vítamín og steinefna. Hafragrautur er í boði víða í grunnskólum og er ekki að sjá annað en að góð reynsla sé af því. Við teljum að fyrsta heilsueflandi sveitarfélag á Íslandi eigi að taka hafragrautin í sína þjónustu, börnum og skólastarfi til heilla. Og ég vil bæta því við þessa tillögu að við fluttum henni í fyrra, þá var gert samkomulag að setja af stað tilraunaverkefni núna í haust. Við höfum ekkert heyrt að bóla á því, þess vegna flytjum við þessa tillögu aftur. Í fjórða lagi. Bæjarfulltrúar Samfylkingar leggja til að frístundaávísun verði hækkuð í 50.000 krónur haustið 2018 fyrir öll börn í bænum sem rétt eiga á henni. Embættismönnum bæjarins verður falið að reikna út kostnað og koma með tillögur hvernig mæta megi hækkuninni innan ramma fjárhagsáætlunar. Og tilgangur þessara tillögu er að sjálfsögða létt undir með barnafjölskyldum og stuðla sem almennastri þátttöku barna í heilbrigðum og uppbyggilegum frístundum. Því þó að eins og hér hefur komið fram að það sé mikil þáttaka barna og ungmenna í skipulögðu tómstundastarfi og íþróttastarfi í bænum, þá má alltaf gera betur. Og við teljum mikilvægt að Mosfellsbær drægist ekki aftur úr nágrannasveitarfélögum hvað varðar stuðning til ungmenna til þátttöku í heilbrigðu íþrótta og tómstundastarfi. 5. tillagan. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að sú regla verði tekin upp að óheimilt verði að ráðstafa fjármunum af liðunum stoðþjónusta og sérkennsla í grunnskólum án undangengins samþykkis bæjarráðs. Tilgangur þessara tillögu er að koma í veg fyrir að fjármunir sem ætlaðir eru við þjónustu við þá nemendur sem höllustinn fæti standa skerðist vegna tilfærslu á fjármunum vegna hugsanlegrar fjárvöntunar í aðra þætti skólastarfs. Og 7. lagi. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að fengið verði utanaðkomandi aðili til að hefja vinnu við gerð græns skipulags en á fundi skipulagsnefndar þann 15. september 2015 var samþykkt að hefja gerð þess konar skipulags í Mosfellsbæ.
Embættismönnum verður falið að meta þann kostnað sem í verkefninu felst og áhrif á tekjur bæjarins og að koma með tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Rökin fyrir þessari tillögu eru þau að samkvæmt upplýsingum framkvæmdastjóra umhverfissviðs hefur mannekla og vinnuálag á sviðinu komið í veg fyrir að starfsmenn sviðsins hafi getað sinnt þessu máli á fullum þunga. Þess vegna telja fulltrúar Samfylkingar að rétt sé að leita út fyrir bæjarskrifstofuna varðandi þetta mikilvæga mál. Og ekki eru þar fleiri tillögurnar á þessu sinni og ég mun senda þær til ritara fundarins. Takk. Já, Sigrún Pálsdóttir, þú ert næstum alveg svo. Gjörðu það. Já, ágæti forseti og óvenju mörgu gestir fundarins. Ég ætla nú að fara aðeins yfir þessa fjárhagsáætlun og byrja á því að leggja fram tillögur sem að íbúðarhreyfingin er að sumu leyti búin að leggja fram áður en ekki að öllu. Mér langar að byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina og eins langar mig að taka undir það að þakka starfsmönnum fyrir mjög vel unnin störf og líka langar mig að óska þess að Pétur hressist sem allra fyrst. Allavega sem sagt þetta það sem við höfum fram að færa. Það uppgangur í Mosfellsbæ, nýtt fólk að flytjast í bæinn og byggingakranar sem skreyta himininn. Það verið að reisa heilan grunnskóla í Helgafellslandi og áætlanir uppi að byggja fjölnota íþróttahús. Húsið er smærri í sniðum en í upphafi var ætlað og endurspeglar það betur þær hugmyndir sem íbúahreyfingin er fylgjandi. Það er líka verið að vinna að því að stofna ungbarnadeild leikskóla og frá og með 15 mánaða aldri verða daggæslugjöld á pari við leikskólagjöld. Það er náttúrulega svolítið það sem að þau eru búin að segja frá, bæjarstjóri og Anna Sigríður, en ég ætla samt svona aðeins að fara yfir þetta. Síðan á að ráða starfsmann til að sinna jafnréttis- og mannúðarmálum og fjölga stöðugildum tónlistarkennara 1,5 á árinu 2018, en í skólanum eru nú 90 börn á biðlista. Það á að fjölga félagslegum íbúðum í eigu bæjarins eina og vinna því að gera fjármál Mosfellsbæjar sýnilegra á netinu, svona í takt við það sem Reykjavíkurborg gerði í fyrra. Að auki á að verja fé í að gera friðlýstum svæðum hærra undir höfði og ýmislegt fleira mikilvægt eins og að hækka húsaleigustuðninginn eða húsnæðisstuðninginn sem er mjög þarft mál. Það vekur athygli að fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir rekstrarafgangi upp á 318 milljónir. Bæjarstjóri hefur útskýrt það fyrir okkur. Það eru miklar framkvæmdir í sveitarfélaginu og brýnt að eiga varasjóð til að bregðast við ófyrirsjáanlegum útgjöldum. Samkvæmt bókinni eiga sveitarstjórnir samt ekki að skila afgangi, heldur nota skattfé ársins og annan hagnað í verkefni ýmiss konar, bæði stór og smá, auk þess að bæta þjónustu við íbúa. Það sjónarmið er að vissu leyti skiljanlegt að halda eftir peningum, en okkur íbúahreyfingunni finnst upphæðin of há. Það eru ýmsir málaflokkar sem setið hafa á hakanum undanfarin ár, jafnvel verkefni sem í stóra samhenginu kosta ekki mikið
og það er mikilvægt að fækka þeim. Samkvæmt talnagrunni Sambands íslenskra sveitarfélaga er Mosfellsbær númer 2 á lista yfir sveitarfélög þar sem tekjur hækka hvað mest. Og það þarf að nota þær til að byggja upp löngu tímabæra innviði sem, eins og ég sagði áðan, hafa sumir hverjir setið á hakanum jafnvel árabil. Höfum í huga að það er góðæri í Mosfellsbæ og tækifæri til að gera betur í ýmsum málum. Það er ekki trúverðugt að á tímum þrenginga skuli viðkvæði vera að ekki sé til fjármagn og það sama eigi síðan að gilda í góðæri. Við erum í þeirri stöðu að geta gert hluti sem gera þetta sveitarfélag en eftirsóknarverðara en það er í dag. Og það snýst uppbygging innviða. Mosfellsbær vill til dæmis verða eftirsóttur ferðamannabær en það gerist ekki að sjálfu sér. Það þarf að skapa innviðina. Verkefni sem íbúðarhreyfingin telur brýnt að ráðast í eru af ýmsum toga og hér eru nokkuð dæmi. Mig langar að byrja á tónlistarskólanum. Í tónlistarskólanum hafa verið langir biðlistar frá hruni en í kjölfar þess var stöðugildum kennara fækkað. Í fyrra var einu stöðugildi bætt við og nú að fjölga 1,5. Og það er bara mikil framþróun. Stöðugildi í lok 2018 verða því jafnmörg og þau voru fyrir hrun. Í millitíðinni hefur Mosfellingum þó fjölgað 2500 og að sama skapi væntanlega tónlistarsnillingunum sem margir hverjir eru nú á biðlista. Skólan vantar meira húsnæði og er verið að vinna að einhverju leyti að því en betur má duga skal. Það þarf að bæta aðstöðuna og fjölga kennurum í takt við fjölgun íbúa. Framboð á tónlistarkennslu getur meira að segja ráðið úrslitum það hvort fólk kýs að flytja í Mosfellsbæ. Og því er brýnt að setja meiri kraft og fjármagn í þetta verkefni. Anna Sigríður er búin að tala hérna græna skipulagi og leggja til að það verði sett á dagskrá fjárhagsáætlunar. Ég var búin að semja tillögu í rauninni til stuðningstillögu Samfylkingarinnar og ég ætla að lesa hana upp. Tillögur umhverfisskipulag sem styður við náttúruvernd, útivist og heilsueflingu hafa lengi verið á sveimi í Mosfellsbæ. Samfylkingin lagði fram hugmynd svokallað grænt umhverfisskipulag sem var samþykkt en síðan ekki söguna meir. Á fundi bæjarstjórnar með framkvæmdastjórum sviðanna í gær lagði íbúðarhreyfingin til að þessu verkefni yrði útvistað til fagaðila. Það er vistvænnar verkfræðistofu sem hefði sérfræðing á sínu snærum til að gera þetta vel. Og það var mjög vel í það tekið af framkvæmdastjóra umhverfissviðs og er ég honum þakklát fyrir það. Verkefnið er mjög dýrmætt fyrir Mosfellinga og metnaður í þessa veru gerir líka sveitarfélagið okkar eftirsóknarverðara. Og leggur íbúðarhreyfingin til að það verði gert ráð fyrir að minnsta kosti 10 milljónum til verkefnisins á árinu 2018. Það má líka fela fólki að eins og þau lögðu til í Samfylkingunni, það má fela fólki að reikna þetta út hvernig best er að standa þessu. Ég er síðan með aðra tillögu úrræði í húsnæðismálum fyrir ungt fólk og efnaminni. Og ég gleymdi óvart að prenta hana út.
En þessi tillaga, hún svona. Íbúðarhreyfingin með tillögu sem lýtur að því að auka framboð á leiguhúsnæði á sanngjörnu verði fyrir ungt fólk og efnaminni í Mosfellsbæ. Til að tryggja viðráðanlegt leiguverð lagt til að Mosfellsbær leiti eftir samstarfi við byggingarsamvinnufélag sem starfar án hagnaðarmarkmiða. Nú hefur Mosfellsbær ekki margar lóðir til ráðstöfunar í þéttbýli, en útlit fyrir að sveitarfélagið losni brátt undan samningi frá árinu 2016 úthlutun og sölu lóðar upp á 12 hektara í Reykjahverfi. Ef þetta gengur eftir, mætti hugsa sér að nýta það land til að skipuleggja íbúðabyggð á einkar fjölskylduvænum stað í samstarfi við byggingafélag á borð við íbúðafélagið Bjarg. Sé önnur staðsetning talin heppilegri, væri hugsanlegt að Mosfellsbær gerði makaskipti á landinu. Samkvæmt lögum almennar íbúðir 2016 sveitarfélögum heimilt að veita 12% stofnframlag til að byggja og kaupa íbúðarhúsnæði sem ætlaði leigjendum sem eru undir tekjueignamörkum. Sveitarfélög hafa sumkvæmt greitt stofnframlagið í formi lóða og út á það gengur tillaga íbúðarhreyfingarinnar. Reykjavíkurborg og Hafnarfjörður hafa nú þegar gert samninga við Bjarg byggingu á fjöldalegu íbúða, en félagið sem sjálfseignarstofnun leitar sérstaklega eftir samstarfi við sveitarfélögin. Það sem gerir samstarfi þetta félag fýsilegt að það hefur traustan bakhjarl sem í samstarfi við aðila sem hafa langvarandi reynslu af rekstri leigufélaga í Skandinavíu og víðar. Það eru stéttarfélögin ASÍ og BSRB sem stofnuðu félagið í kjölfar framangreindra lagasetningar almennar íbúðir. Reykjavíkurborg eins fari á Mosfellsbæ að hafa lítið af lóðum til ráðstöfunar í þéttbýli, en borgin hefur verið að auka framboð á leiguhúsnæði fyrir ungt fólk og efnaminni, námsmenn, fatlaða og fleiri lágtekjuhópa með því að setja kvaðir í skipulag að fá lóðir til ráðstöfunar á nýjum skipulagsreitum til að byggja leiguíbúðir í samstarfi við íbúðafélög sem starfa án hagnaðarmarkmiða. Íbúðarhreyfingin sé fyrir sér að Mosfellsbær geti nýtt sér þetta því að það mikil uppbygging fyrirsjáanleg í framtíðinni, meðal annars í Blikastaðalandi, undir Lágafelli og víðar. Þess má geta hér ekki að ræða félagslegt húsnæði, heldur félagslega aðgerð til að efla leigumarkaðinn og gera ungum og efnaminni kleift að leigja sér öruggt, ódýrt og vandað húsnæði. Samkvæmt dómi sem féllina Evrópusambandsins standast slíkar aðgerðir lög. Sveitarfélaginu því ekkert af vanbúnaði. Íbúðarhreyfingin gera að sjálfsögðu ráð fyrir vistvænni byggð með blágrænar ofanvatnslausnir, græn þök, framúrskarandi almenningssamgöngur og lágmarks bílaeign. Og svo aðeins meira íbúðafélagi Bjarg að lokum. Það sem gerir samstarf við Bjarg íbúðafélag auk þess spennandi að það er mikið metnað þegar kemur að hönnun íbúða. Það er að ræða leiguhúsnæði eða leiguheimili að danskri fyrirmynd, þar sem leiga fer eftir efnum og aldrei hærri en 25% af tekjum. Fólk á að eiga þess kost að skipta líka húsnæði innan kerfisins eftir þörfum og það breytist líka leigukostnaður eftir því hvað tekjur fólk hefur og búa í íbúðum á vegum félagsins alla ævi. Þetta er mjög öruggt úrræði og það það líka bara það sem gerir þetta svona spennandi. Fólk þarf ekki að kaupa sér íbúð, það getur leigt til æviloka.
Og þessi fyrirmynd náttúrulega er dönsk. Ráð er fyrir því gert að reksturinn sé sjálfbær, það er að leiga standi alfarið undir kostnaði. Arðurinn síðan meir á síðan að nota til að byggja fleiri íbúðir. Ég sendi Sigurði svo styttri útgáfu af þessari tillögu. Af því að ég taldi mikilvægt að útskýra mitt mál vel þannig að þetta kæmist almennilega til skila. En í aðdraganda fyrri umræðu fjárhagsáætlun setti íbúahreyfingin fram 5 tillögur í bæjarráði. Fyrsta tillagan var stjórnsýslulegs eðlis og laut að því að stofna yrði til umræðu verkefnaval næsta árs í fagnefndum sveitarfélagsins í aðdraganda fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Þetta verkefni gengur út á að leyfa kjörnum fulltrúum að taka þátt í fjárhagsáætlunargerðinni, virkja lýðræðið og gera pólitískt starf öflugra. Okkur í íbúahreyfingunni finnst að nefndarfólk eigi skilið að upplifa að þeirra framlag skipti máli. En að þessu varð ekki. Verkefnaval var ekki rætt í nefndunum í aðdraganda fyrri umræðu, tillagan bara hvarf inn á borð bæjarstjóra og hefur ekkert til hennar spurt síðan. Og náttúrulega bara október leið án þess að eitthvað yrði fjallað þetta í nefndunum. Síðan önnur tillaga íbúahreyfingarinnar var að stofna sérstakt embætti jafnréttisfulltrúa. Samkvæmt drögum að fjárhagsáætlun er nú gert ráð fyrir að ráða starfsmann í 50% stöðu til að sinna meðal annars verkefnum á sviði jafnréttismála og fagnar íbúahreyfingin því. Þriðja tillagan gengur út á að hækka fjárhagsaðstoð og gerir fjárhagsáætlun nú ráð fyrir 6,7% hækkun. Og erum við 6,5, já, ok. Og erum við þakklátt fyrir það. En betur má ef duga skal, markmið fjárhagsaðstoðar er að sjá til þess að umsækjendur geti framfleytt sér og er erfitt að sjá að það geti gengið eftir með ekki hærri upphæð. Fjárhagsaðstoð fyrir einstakling í Mosfellsbæ er nú um 165.000 krónur á mánuði og hækkar svo tala upp í 175.000 krónur með þessari hækkun. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands eru meðallaun í landinu hins vegar ca. 467.000 krónur. Lægstu laun miða svona við 300.000 krónur. Upphæð fjárhagsaðstoðar er 125.000 krónur undir því lágmarki. Við vitum öll að það lifir enginn á 300.000 krónum á Íslandi, enginn einstaklingur. Markmið fjárhagsáætlunar um að fólk eigi að geta framfleytt sér nást því engan veginn. Í ljósi þess og þeirra staðreyndar að fólki hefur fækkað sem nýta sér þessa þjónustu, leggur íbúahreyfingin því til að höfuðstóllinn verði hækkaður og við hann bætt 6,5% hækkunni. Okkur í íbúahreyfingunni finnst rétt að það komi fram, já, að þetta verði bara hreinlega samið. Við vorum eitthvað að gæla við þá hugmynd að nefna 15.000 krónur, að höfuðstóllinn hækkaði 15.000 og síðan bættist þessi hækkun ofan á hann. Fjórða tillaga íbúahreyfingarinnar var síðan að fjölga félagslegum íbúðum í eigu Mosfellsbæjar og fjölgar þeim eina samkvæmt fjárhagsáætlun. Það er skref í áttina en við viljum sjá Mosfellsbæ gera betur því félagslegum íbúðum í eigu bæjarins hefur ekki fjölgað síðan 2002
en það er árið sem vinstriflokkarnir mistu meirihluta í Mosfellsbæ. Svo skrítið er það. Samanburður á fjölda félagslegra íbúða eftir sveitarfélögum er Mosfellsbæ frekar óhagstæður. Í Reykjavík eru 16 íbúðir á 1000 íbúa. Í Kópavogi er 8 íbúðir á 1000 íbúa. Í Mosfellsbæ eru þar 34 og í Garðabæ eru þar 2. Það blasir því við að það þarf eitthvað að gera í þessu málaflokki. 5. tillagan byggir svo á umræðu sem bæjarstjóri stofnaði til í bæjarráði og er í rauninni hans tillaga að gera fjármálaupplýsingar Mosfellsbæjar aðgengilegar almenningi á netinu. Þetta á að vinna, þessu á alla stjórnsýslan að vinna og fagnar íbúðarhreyfingin bara því. Það eru ýmis verkefni sem að líka þyrfti að ræða núna á milli umræðna fjárhagsaðstoð. Það hefur verið það rætt að aðgengi fyrir fatlaða sé ekki nógu gott í Mosfellsbæ. Síðan er oft talað það að foreldrar sem þarfnast sérþjónustu fyrir börnin sín sem ekki er veitt í Mosfellsbæ, þau fá ekki næga aðstoð og oft séu úrræðin svo dýr sem að þau þurfi að nýta sér að það er í rauninni ókljúfanlegt fyrir þau að greiða það. Þetta þyrfti að laga eða minnstakosti ræða og gera betur grein fyrir þannig að við áttum okkur allavega á því hver staðan er í þessu. Síðan er upplýsingagjöf til íbúa á vefjum sveitarfélagsins. Þetta mætti stórbæta. Það er mjög mikilvægt að það komi fram ef að sveitarfélagið er að vinna að einhverjum verkefnum að það komi fram á vefjum bæði stofnana og sveitarfélagsins. Og svona upplýsingagjöf, hún náttúrulega okkar líf það gengur voðalega mikið út á það að leita okkur að upplýsingum og lesa okkur til á netinu. Ég bar saman til dæmis vef Reykjavíkurborgar og vef Mosfellsbæjar hvað þetta varðar og bara komst einfaldlega þeirri niðurstöðu að þetta þarf að stórbæta. Þetta líka bara hjálpar sveitarfélaginu í ákveðnu verkefnum og líka bara vekur áhuga íbúana á því að taka þátt og líka bara vera með í umræðinni. Ég til dæmis fór inn á vef velferðarsviðs í morgun og þar er sérstök umfjöllun það og þar er sérstök umfjöllun það utangarðsmenn, hvaða þjónustu Reykjavíkurborg veitir utangarðsmönnum og þetta er allt, hér í Mosfellsbæ er þetta alltaf mjög skornum skammti. Það má segja að Reykjavíkurborg og Mosfellsbær séu alls ekki samanburðarhæf en við þurfum ekkert að finna upp hjólið í þessu máli. Við getum líka bara að nota það hvernig aðri gera þetta sem að eiga meiri peninga og geta lagt meira í málin. Við þurfum bara að geta nýtt okkur það sem skapalón og ekki verið að finna upp hjólið varðandi upplýsingagjöf á netinu. Það eru svo margar góðar fyrirmyndir af því
Og þetta vekur áhuga á sveitafélaginu, þetta vekur áhuga á því að bara almennt upplýsingagjöf, hún lykillinn að góðu samfélagi, hún lykillinn að lýðræðinu og hún bara lykillinn af samskiptum í dag. Þessi að vera með almennilega upplýsingagjöf og sem sagt ýta undir að fólk taki þátt í lýðræðissamfélaginu. En þetta það sem að íbúahreyfingin hefur fram að færa og ég sendi þér, Sigurður, tillöguna. Alla tillögur. Já. Það ekki? Já, það eru sumar svona, já, það orðnar að veruleika. Nú, Haraldur Sverrisson, það næsta maður svo, gjörðu vel. Já, forseti. Það kannski ekki svona þannig séð að bregðast við þessum hugmyndum sem allar eru nú bara ágættar. Flestar að minnsta fyrstu sín varðandi breytingar á fjárhagsáætlun, en ég held að það þurfi nú bara þá svona forgangsverðna allavega að vísa þeim þá til síðar umræðu. Það þarf að skoða þar eitthvað í millitíðinni aðeins að mér langar þá að nefna svona eitthvað í því sambandi sem svona punkta hjá mér að það ekki mjög svona vísindalegt eða skipulagt við bæjarstjórn afsökunar á því. Mér langar þá fyrst að nefna því að það var nefnilega dagsetningin og upplýsingafundinum. Bara í þessu tilfelli var það bara ekki hægt vegna þeirra aðstæðna sem var farið hér yfir. Það hafði ekki verið hægt að gefa upplýsingar nokkur skapaðan hlut. Það lá ekki fyrir en bara þannig vikunni sem að bæjarráðsfundurinn var haldinn. Enda bindi í til næsta. Já, þannig að við vonandi verðum við fyrir á ferðinni með þetta vinnu alla saman þá og getum haft upplýsingafundinn fyrr, en ég líka bent á það að það nýtilkomið að hann hafi verið fluttur fram fyrir umræðu. Það var lengi verið alltaf milli umræðuna. En ég held að það sé, og líka það voru heimsóknindar milli umræðinu og búið að færa bæði heimsóknindar og fundinn fram. Og það er bara fínt markmið að reyna að vinna því að færa þetta enn framar. Ég heyri það líka að vinnufundinum í gær að fólki fyndist of mikið að fundum á sama tíma, skömmum tíma. Það var ekki að dreifa þessu eitthvað, heimsóknunum og fundinum, en líka bara benda á það kannski varðandi heimsóknin í stofnanir. Ég held að sé líka bara allt í lagi að færa þar fram að það er í sjálfu sér kannski ekkert að snúa spilið sem eitthvað talnabálka í fjárhagsáætluninni. Heldur meira svona fyrir okkur að fá sem upplýsingar starfsemina, hvernig gengur og hvernig gengur að reka þetta, eitthvað sérstakt sem bjátar á eða eitthvað sérstaklega sem gengur vel, og það alveg örugglega hægt að færa það framar, sérstaklega vegna þess að við erum ekki beinlínis að tala einhverjar tölur sem eru kannski ekki tilbúnar á þeim tíma. Þannig að við skulum endilega hafa þetta í huga fyrir næsta ár. Hvað varðar þessar tillögur kannski fyrst svona almennt, eins og ég sagði, flestar eru þær á mínu mati fínar. Það hins vegar kosta peninga og ég held að við myndum örugglega öll vilja hafa leikskólagjöldin lægri, við myndum örugglega öll vilja hafa frístundaávísunina hærri. Við myndum örugglega öll vilja vinna við grænt skipulag að gengi aðeins hraðar. En þetta bara svona, frístundaávísun til dæmis var 27.500 krónur fyrir árið 2016, hækkaði 18% árið 2017, eins og gert ráð fyrir aftur hækkun upp á 23% samkvæmt þessum hugmyndum árið 2018. Einhverjum kann kannski að finnast þetta að vera töluvert há hlutfall, en þess utan sem að líka hefur frístundaávísunin hér þannig úr Garðagerði sem er ólíkt öðrum sveitarfélögum, það er hærri frístundaávísun fyrir barn nummer 2 og 3. Í þessum tilfelli er verið reyndar að gera ráð fyrir því að verið bara hærra gjald fyrir barn nummer 2 og svarandi þar á eftir, þar sem hún verið þá 50.000. Bara sjálfsagt að fara yfir þetta og athuga hvort að hvað þetta kostar. Það er ekki lengi gert að reikna það út. Ég gæti næstu gert það á tölvunum minni, en bara svona núna. En þetta er að vissulega peningar og
þetta bara spurning hversu langt við viljum ganga í slíkum hlutum. Þannig að ég held að við bara skoðum þetta alls saman og það var líka minnst á hafragraut, það verkefni var ekkert, gleymdist ekkert, það stendur til að sú þjónusta standi til boða í skólum bæjarins með sumum, þar að segja að börn geti fengið hafragraut í boxum, reyndar á kostnaðarverði, og það kostnaðarverði er náttúrulega mjög lágt, en þannig að það sé svona eitthvað utanumhald það, og þetta er svona viðbrögð fræðslusviðsins við þessari tillögu. Ég veit ekki hvort að það hefur verið rætt í fræðslunefndinni, ef það hefur verið gert þá þarf að gera það. Kannski er það bara vegna þess að það hefði verið komið almennilega á koppinn, en það eru stiftar skoðanir ágæti þess að öllum standi til boða frýr hafragrautur, það er bara þannig, bæði í skólakerfinu sjálfu og í stjórnsýslunni. En þarna var minnst einhver millileið í því sem að verið að vinna að. Þannig að bara endilega höldum áfram að skoða það og hvað við komumst að niðurstöðu með slíka hluti. Aðeins síðan varðandi það sem Sigrún kom inn á, bara nefna það að það er í sjálfu sér að sé afgangur af rekstri bæjarins, þá er ekki verið að halda eftir ennum peningum, það verður ekki til ennir sjóðir, vegna þess að þeir peningar fara í fjárfestingar eða afborganir af lánum. Þetta er náttúrulega reiknustærð, þar að segja annars vegar hvort það væri halli eða afgangur. Það verður ekki til 318 milljónir af bankareikninga þegar það er afgangur af bænum, bara svo sem ekki misskilningur það. Það sem ég var að segja, það væri mikilvægt að það væri afgangur af bænum sem skila sér þá í því að veltufjárrekstri eykst, þannig að það væru fjármunir til að standa undir hluta þeim fjárfestingum sem varum farið í. Og það er alveg rétt og ég held ég hafa nefnt það líka í minni ræðu áðan að það er ekki það á ekki að vera eðli sveitarfélag í lengri tíma litið að skila einhverjum afgang. Þannig að auðvitað eigum við að útdeila þeim peningum sem við tökum af skattborgarunum aftur til þeirra með einhverjum form. Þetta er náttúrulega millifærsla á fé til þess að jafna kjör og auðvelda fólki að gera hitt á þetta. Til dæmis eins og að niðurgreiða skólavist og leikskóla og svo framvegis. Það gæti enginn verið í skóla í þessu þjóðfélagi ef þetta borgar það sem það kostar. Það kostar einhverja 2 milljónir á ári hvert grunnskóla, 2,3 milljónir á ári hvert leikskólabarn og einhverja 1,5 milljónir á ári hvert grunnskólabarn. Og það sér það hver maður og það gæti afskaplega fáir eða enginn staðið undir þeim útgjöldum að þetta borga það. Það er engin þjónusta, þess vegna erum við með þetta kerfi. Þannig að það á að vera í eðli sínu þannig að við eigum að útdeila því fé, en við þurfum líka þá að hugsa hlutina frá A til Ö, ekki bara þann rekstur sem við erum að reka hverju sinni, heldur þá uppbyggingu sem við þurfum á að halda á innviðum, á infrastruktúrum til þess að geta veitt á þjónustu til framtíðar. Þess vegna er nauðsynlegt að það sé afgangur af rekstri bæjarins, sérstaklega þegar er að ræða svona svakalega stórar og mikla framkvæmdir sem við erum að fást við eins og núna. Á Seltjarnarnesi horfum við þetta kannski allt öðruvísi við. Þar þarf ekkert að byggja skóla. Það þarf ekkert að byggja götur. Það er bara allt til. Bæjarfélagið er ekkert að stækka. Og þar er þetta bara svona, þá er þetta með þessum hætti eiga þessi rök ekki við. En þau eiga alveg örugglega við hjá okkur núna þessar myndir vegna þessara aðstæðna. Og svo koma upp og fjármálareglur sveitarfélaginu að segja að það eigi að 30 ára tímabili eigi að vera jafnvægi, svokölluð jafnvægisregla, að vera jafnvægi rekstur sveitarfélaga. Það er að segja ef við náum ekki að skila, við vorum bara mjög nærri því fyrir 3 árum síðan að falla á þessari reglu. Að ná að 30 ára tímabili að samanlagður afgangur væri meira en 0. Það munaði bara einhverju par milljón. Og ef við fallið á þeirra reglu þá hefðum við farið í umsjá með einhverjum hætti eftirlitsnefndar fjármálasveitarfélaga og ekki verið þá alveg sjálfráð það hvað við verðum að bæjarstjórnin hér, hvað við verðum að fást við hverju sinni. Fengjum svona utanumhald í kringum það. Þannig ég bara vekja athygli á því
að það er ástæðan fyrir því nefni það að ég tel nauðsynlegt að afkoma sveitarfélagsins nú stundu sé að þessari stærðargráðu more or less, skilur við, ekki, eins og ég nefndi, það er ekki að nákvæmlega þessi tala og örugglega hægt að með einhverjum hætti hér að skoða þessar hugmyndir hérna koma fram. Mér sýnist það nú allar vera til útgjaldaauka. Það er engar tekjuöflunarleiðir eða hætta við einhverja þjónustu og það er náttúrulega kannski bara eðli stjórnmálanna að það sé þannig og þannig að það er ekki verið að tala um að hækka skatta eða fasteigngjöld eða frekar að lækka. Þannig að þetta mun sína, ef allt þetta er tekið þá mun það, sýnist mér, hafa áhrif á rekstrarákvæðum til þess að hún er í lægri. Þannig að þetta þarf svona að meta. Á öðru leyti held ég að ég sé svo sem ekkert að fjalla um þetta. Ég meina, jú kannski sko, þetta er alltaf þessi sama umræða og okkur greinir greinlega dálítið á um það og það er líka bara allt í lagi okkur greini á um eitthvað. Það var, ég held ég algjör útópía að við værum sammála alla skapaða hluti. Hins vegar er það kannski sem við þurfum koma kannski hér betur að og eftir. Við þurfum kannski að vanda okkur við það betur að hvernig við nálgumst það þegar við verum ekki sammála. Og það er ekkert óeðlilegt að við séum kannski ekkert endilega sammála. En við þurfum að bera virðingu fyrir því sem að öðrum finnst. Og það varðar. Þannig að ég er að meina þessa aðkomu að hvernig fjárhagsáætlun verður til. Við erum búin að taka þá umræðu oft. Við erum þeirra skoðunar að fjárhagsáætlun sé að verða til. Þetta er svona síflæði. Hún er að verða til í nefndunum allan tíma. Það er verið að fjalla um mál í nefndunum sem að er verið að vinna og síðan þetta tekið saman þegar fjárhagsáætlun er gerð á hverju ári og það eru fyrirmælin sem bæjarráð gefur til forstöðumanna að gera áætlun miðað við það þjónustustig sem hefur ákveðið og miðað þá kjarasamningar sem eru gildi og miðað þær verðlagsbreytingar sem eru settar og það tekur náttúrulega mið af þeim ákvörðunum og umfjöllunum sem átt sér stað í nefndum og ráðum bæjarins frá því fjárhagsáætlun var gerð síðast. Þannig að það kemur þá inn í þá tillögur sem liggja hérna fyrir. Núna eru líka auka tillögur sem eru hér til umfjöllunar, sem eru réttarbætur fyrir samfélagið. Það er líka hverjum og einum nefndarmanni frjáls kunn sem er að ræða einhver ný verkefni eða eitthvað. En ég vara við þeirri hugsun, bara út frá praktík, út frá því að gera góða áætlun, að það séu allir á sama tíma einhverjum einum mánuði að ræða hugsanleg verkefni hvað varðar fjárhagsáætlun. Og í mínum huga okkar á þetta að vera verkefni sem á að eiga sér miklu lengri tíma, jafnvel bara heilt kjörtímabil. Þess vegna erum við líka að gera langtíma áætlun og við getum vandað okkur betur við hana, lagt meiri vinnu í hana, ég nefndi það hérna undirbúningsfundi í gær, voru bara ákveðin ástæða núna, ég hefði gjarnan vilja að hún hefði verið bara nákvæmari og væri svona meira tækið með því hvernig við sæjum samfélagið þróast. Það er kannski leiðin meira að taka meiri tíma í það og kannski byrja það verkefni fyrr. Ég er ekki að móti því að breyta, bara svo það misskilningur, en ég vil ekki breyta bara breytingana vegna til þess að búa til eitthvað flækjusti sem við náum aldrei að handla. Og okkur hefur tekist að halda vel utanum fjárhag sveitarfélagsins síðustu árin. Það verið mjög erfiðir tímar, það var mjög erfitt að gera þetta, sérstaklega árun eftir hrun og þar á eftir. Það hefur okkur tekist. Mér finnst að þeir sem við þetta borð sita og sátu og fyrir kjörtímabil og starfsmennir í hrós skilið fyrir það og höfum fyrirkomulagið þannig að við getum haldið því áfram. Þannig að ég er svo sem búin að halda einhverja svipaða ræður um þetta áður og mín skoðun á þessu mun ekkert breytast. Ég veit að aðrir hafa kannski aðra skoðun en ég ber alveg virðingu fyrir því. En svona er þetta. Aðeins fjárhagsaðstöðuna, það var farið ágætlega yfir það í gær á þessum undirbúningsfundi bæjarstjórnar, framkvæmdastjóri fjölskyldisins fór á mínum mati ágætlega yfir það, svona hvers eðli fjárhagsaðstöð er. Til hvers hún er neyðaraðstoð
við óskum engum það að vera í langframa á fjárhagsaðstoð, þannig á það ekki að vera. Við höfum hins vegar að hafa okkar kerfið þannig að við hjálpum fólki að komast út úr þeim aðstæðum að þurfa að vera fjárhagsaðstoð. Við þurfum kannski frekar að hugsa að leggja meiri effort í það, að hvernig við getum hjálpa fólki út úr slíkum aðstæðum, því það líður engum vel að þurfa að þiggja þessa aðstoð. Og þess vegna er hún með þessum hættu. Það var ágætlega farið yfir það hjá Unni í gær. Bara leiðrétt eitt hjá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar, félagslegum íbúðum hefur fjölgað mjög mikið meira að segja, eða töluvert skulum við segja. Ekki í eigu bæjarins. Nei, en félagslegum íbúðum hefur fjölgað og það skiptir engu máli í sjálfu sér hvort að þær eru í eigu bæjarins eða leigðar. Þær eru félagslegar íbúðir og afhentar skjólstæðingur bæjarins á þeim grunni. Þannig að enn og aftur ítreka þá biðjum það að menn fari rétt með staðreyndir og tölur. Það eru, þeim hefur fjölgað töluvert, bæði þeim sem bæjarinn hefur sjálfur leigt. Við erum núna reyndar fyrst sítt að leggja til að kaupa íbúð, það er ákveðnum ástæðum vegna þess að það er lítið framboð að 2 herbergja íbúð í Mosfellsbæ. Það er erfitt að taka þær á leigu, þess vegna leggjum við til að það verið keypt íbúð, en við höfum leigt íbúðir bæði sjálf og í gegnum önnur félagasamtök sem eru að sýsla með slíkt. Varðandi aðgengi fatlaðra er almennt gott í Mosfellsbæ. Það er hins vegar alltaf hnökrar á einhverju, það er eitt mál sem kom upp í Varmárskóla sem verið að taka á og hefði örugglega verið hægt að taka á fyrr. Það er búið að ræða það við milli umhverfissviðs, fræðslusviðs og viðkomandi skóla og líka að slíkt kom ekki upp aftur. Þarna var einstaklingur fluttur milli húsnæða sem það hefði mátt og hefði átt að bregðast við því með skjótvirkari og betri hætti, en almennt séð er aðgengi fatlaðra gott í stofnunum Mosfellsbæ. Þannig að ég líka biðjum það, þó eitt svona einstak dæmi kom upp, að menn alhæfa ekki það að þannig sé ástandið bara almennt í bænum. Þannig er það ekki. Upplýsingagjöf verkefni, þetta er örugglega hlutur sem alltaf má bæta og ég er viss það að nýri forstöðumaður þjónustu og skjámskeitnefndar er til þjónustu reiðubúin í því og það er örugglega fullt af hugmyndum hvað það varðar. Og ég fagna því að menn hafa einhverjar tillögur og hugmyndir sem að geta bætt það, því að það hlýtur yfir okkar verkefni alltaf að reyna að upplýsa íbúan okkar það hvað er í gangi á sem bestan og öruggan hátt. Þannig að ég hef lagt svo til forseti að þessum tillögum sem einhverjar konkrétt tillögur, þetta er svona ekki alveg vissi hvað var konkrétt í þessu, og þeim er það að vísa til seinni umræðu og okkur auðnist á tími til þess að fara yfir þær með embættismönnum og skoða hvernig þær geta harmonað inn í þetta reikniðarverkefni. Já, ég sett sjálfa mig á dagskrá, mældagskrá afsakið, þannig að ég ætla að hafa aðeins að taka til máls fjárhagsáætlunina og kæru bæjarfulltrúar og aðrir sem mál með heyra. Við erum að ræða þetta árlega stærsta mál ársins hjá okkur og að fara náttúrulega ágætlega yfir þetta og koma af ýmsum punktum og breytingartillögum. Nú byrjaði að taka undir þakkir til starfsfólks hér, embættismanna og hlutur. Við það komum þessu í heila höfn. Þetta er mikið kapphlaup, við gerum okkur öll grein fyrir því, eykst þunginn og við erum bundin af tímanum, þannig að þetta er nú sem sagt fyrri umræða og seinni umræða verður síðan tekið seinna í mánuðinum. Íbúafjöldin, það er ekki margir mánuðir síðan fögnuðum 10.000 íbúunum, nú eru 10.400 og væntanlega eitthvað í kringum 10.500 áramótin. Þetta þýðir auðvitað aukin útgjöld, meiri framkvæmdir og líka tekjur á móti. Útkoman virðist góð miðað við sem oft hefur verið. Það hefur verið að tala um góðæri. Það skilar sér kannski í því meðal annars að það er hægt að hafa engar gjaldskrárhækkanir nema eitt, það er sorphirðugjaldið og það er kannski svona afleiðing af góðærinu, það er meira rusl og reyndar auðvitað líka ágæti ferðamennska sem við höfum öll orðið vör við. Nú, ég ætla nú bara að nefna nokkur atriði sem mér finnst svona fagnaðarefni að nú aðrir bæjarfulltrúar hafa nú nefnt sumur áðan, það er verið að hækka frístundaávísunina í 40.000.
Það ákveðið að vinna 3 stefnur hér, forvarnastefnu sem nú verið í undirbúningi, samgöngustefnu, við höfum rætt það í skipulagsnefnd og það svo vinna nú komin af stað og síðan umhverfisstefnan sem við höfum rætt töluvert í umhverfisnefnd þar sem ég sitt og við höfum verið svona að kanna landslagið eða öllu heldur svona má segja að kanna landslagið á öðrum bæjarfélögum. Þetta mjög mismunandi hvernig þetta í öðrum bæjarfélögum, viðamikið eða ekki viðamikið. Þannig að við erum svona að þróa þetta með okkur hvar við eigum að setja markið. Nú bara að veita fjármagn í þetta sem gefur náttúrulega ákveðið svigrúm, hvað varðar útgáfumál og fleira. Vildi bara nefna það inn í þetta því að verið umræða töluvert hérna í bæjarstjórninu skógræktarstefnu. Það eitt af því sem við erum svona að melta hvort að hérna hún eigi að heima þarna inn í, en þetta hefur verið á dagskrá undanfarna funda og verið sjálfsagt á dagskrá næsta fundar. Greinaskipulag hins vegar annað mál sem var hérna rætt á það. Samgöngustyrkur fyrir starfsmenn, ég veist það, fagnaðarefni, fjárhagsaðstoðunin hækkar 6,5%. Svo eitt sem tengist hérna umhverfismálunum sem hefur töluvert í umræðu hérna á umhverfissviði og umhverfisnefnd sem tengist ágengum plöntutegundum, kerfill og lúpína. Nú skilgreint sérstakt fjármagn í þetta til að hamla útbreiðslunni, við erum ekki að tala eyða, þó að sé stundu tekið það til orða. Þetta hefur verið ákveðið ferli, við þekkjum það náttúrulega all, vítt og breitt landið, lúpínan svona að nema land, svona meira en góðu hófi gegnir, umdeildasta planta landsins. Og nú búið að kortleggja þetta hér í okkar ágæta bæjarfélagi, við vitum hvar lúpínan og reynda líka hvar kerfillin og þá má segja að fyrst væri hægt að ákveða eða sem sagt, taka ákvörðun hvað á að gera og það sem að verður væntanlega gert fyrir þessar uppæð 3 milljónir minnum mig að veri skilgreindar í þetta verkefni, þá verður valið svo leið sem að önnur bæjarfélög, sveitarfélög allvíðum land hafa valið, það að verja svona jaðarsvæðin, að láta hann ekki breiða meira úr sér heldur en orðið haldinn í skefjum þessum plöntum. Mér finnst þetta fagnaðarefni, mér finnst líka fagnaðarefni að það er búið að samkvæmt þessari áætlun verður tvöfaldað uppæð til friðlýstra svæða. Við erum með nokkrar náttúruperlur hér, margar náttúruperlur reyndar, sumar eru friðlýstar eins og Álafoss og Tungufoss og Bringur og í það var veitt 1,5 milljón núna á yfirstandandi ári og það nú reyndar að koma í höfn skilti á þessum stöðum, verið að vinna að þeim, hönnun og væntanlega þetta vonandi hægt að setja það upp fyrir árin frosti kemur, hvernig sem það verður á þessu milda hausti. En þetta verður sem sagt tvöfalda þessu uppæð, friðlýst svæði, það vonandi hægt að kynna þið betur þannig að almenningur átti sér á það hvers konar perlur hér að ræða. Það lagt til að ein félagsleg íbúð verði keypt, 2 herbergja og svo bara það sem hvað varðar skuldaviðmið, það fer lækkandi og fyrsta skipti svona undan árum undir 100%. Ég held að ég tæpi nú ekkert á þessu meira, það þetta tala hér mikið þetta og verður nú haldið áfram umræðinni með þetta væntanlega eitthvað. Það komu hér tillögur frá S-lista og M-lista. Það verður náttúrulega bara skoðað og reiknað og síðan verður þá seinni umræða hér eftir 4 vikur, ekki rétt, hérna undir lok mánaðarins. Ef bæjarstjórnin ákveður það. Já, ef það verður samþykkt á eftir, sko. Já, eiginlega merkjað. Heyrðu, en þá höldum við áfram með mælendaskránum Hafsteinn Pálsson. Þú ert búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara varðandi umræðu fjárhagsáætlunina þá kannski rétt að minna á þessar reglur sem að gilda
fjárhagsáætlana og fjármál sveitarfélaganna og það var komið ágætlega inn á Harald talaði skuldaviðmiðin og allt það en það er kannski að minna aðeins á að regluverki gerir ráð fyrir ákveðinni framlegð líka og eins og tölurnar líta út núna þá kemur hérna fram að þetta séum 12,5%. Ef við værum að skulda 150% ef hlutfallið væri það, þá þyrfti framlegðin að vera 15% að lágmarki. Það þessar viðmiðunarreglur sem að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélagar miðar við og við þurfum kannski að horfa til þess þegar að við erum að ræða það hver afgangurinn eigi að vera eða hver framlegðin á að vera og við erum annars vegar að horfa á skuldahlutfalli og hins vegar skuldaviðmiði og í okkar tilfelli kannski réttar að horfa á skuldaviðmiði sem þannig að stærðargráðunni 100% eða 1 og þannig að setja þetta í þetta samhengi. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt og það sé haft í huga. Bara minna á þetta þegar við erum að ræða það hverju við höfum efni á, hverja ekki og svo þarf náttúrulega alltaf að horfa á það að utan við uppgjörið, þessar tölur sem eru, að fjárfestingarnar eru í gjaldferð eru utan við það og bara að minna á það einnig. Það er ekki að hafa þetta lengra. Já, Sigrún, varst þú búin að biðja orðið þína? Já, mér langar bara aðeins. Já, gjör svo vel, þú næst. Ágæti forseti, mér langar bara að koma framfæri smá leiðréttingu hérna. Haraldur hefur ekki alveg hlusta nógu vel. Ég tók sérstaklega fram að ég væri að tala húsnæði, félagslegt húsnæði í eigu sveitarfélagsins. Ekki félagslegt húsnæði yfir höfuð. Ég veit að það verið bætt við, hafa íbúðir verið teknar á leigu, það lengi verið stefna meiri hlutans að leigja frekar íbúðir heldur en kaupa. Sá vandi hefur hins vegar blasa við að það hafi ekki verið neinar leiguíbúðir en nú stendur til náttúrulega það allavega ástand batni tímabundi. Það er reyndar mikið talað það að leiguíbúðir í Helgafellslandi séu mjög dýrar, þannig að af þessu gæti hlotist mikill kostnaður fyrir sveitarfélag. Síðan hvað varðar alhæfingu að þjónusta við fatlaða væri ekki nógu góð í Mosfellsbæ. Ég var ekki að alhæfa að hún væri slæm yfir höfuð. Það eru hins vegar svona vandamál sem að þarf náttúrulega að leysa og það bara nauðsynlegt líka bara að vera vakandi fyrir því að fólk sé að benda á að það sé ekki allt eins og það eigi að vera. En ég var ekki að halda því fram að þessi málaflokkur væri yfir höfuð í ólagi. Og svo bara fagna ég því að það sé komin nýr upplýsingafrömuður í Mosfellsbæ og hlakka til að sjá vefinn í framtíðin. Eða vefina. Já. Það er ekki bara einn. Kolbrún, þú ert næst á mælendaskrá, gjör svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla einnig að byrja á því að þakka öllum þeim sem komu að þessari fjárhagsáætlun fyrir þetta tímabil. Þetta er langt og strangt ferli en ég verð samt að segja það síðan að ég kom hér að þessu borði í bæjarstjórnar
og að þessari áætlun fyrir 7 árum síðan að þá hefur það aldrei verið jafn ánægjulegt að vinna þessa áætlun eins og nú. Í gegnum bankakreppuna voru þetta erfið ár og þá sýnir það bara hvað hér var haldið vel utan á málin þegar að við fórum í gegnum þá skafla á þeim tíma og komum vel út úr því og því má þakka hér góðri og traustri efnahagsstjórn. Nú eru aðrir tímar og það er ánægjulegt og það er kannski örfá punktar sem ég langar til að nefna varðandi það sem við ætlum að það er gaman að geta bætt í þjónustuna, það er gott að geta sem bæjarfulltrúi má ég segja annarsinn sem ég stend hér upp og gleðst yfir því síðan ég byrjaði hérna, við getum bætt í þjónustu. Þetta hefur yfirleitt verið þannig að við höfum þurft að halda svolítið vel utan veskið. Núna er komið að því að við getum bætt aðeins í og ég segi sem formaður fræðslunefndar, þá vil ég taka fram hér örfá punkta varðandi það sem við ætlum að gera þar. Þar eru skólarnir okkar sem eru efstir á blaði. Það er það sem að fólk kannski finnur helst fyrir að búa í góðum bæ, er að búa í bæ þar sem eru skólar sem að halda vel utan börnin og veita þeim það þjónustu sem að þau þurfa á að halda hvert og eitt. Það er mikilvægt að kennarar haldi starfsgleði sinni til að halda vel utan börnin okkar. Og þarna kemur fram að við ætlum að það á að bæta í fjármagn til skólana. Það er mjög ánægjulegt. Það á mögulega að bæta, eða ekki mögulega, það er tillögur líka hér fyrir að efla hér tækjakost skólana, tækjakost kennara. Þetta er náttúrulega það sem við höfum ætlað okkur að gera í langan tíma en ekki haft efni á. Við erum náttúrulega þakklát kennurum þeirra störf og við viljum sýna það fyrst og fremst í verki að við viljum koma til móts og kröfu þeirra. Það komið fram í vegvísinum sem var sendur hér sem að rýnihópur vann að. Hvaða þarfir eru þar efstar á blaði, við viljum koma til móts við þær þarfir og það er ánægjulegt að geta gert það. Við ætlum okkur að efla skólan okkar enn frekar og ég sem formaður fræðslunefndar brenn fyrir því verkefni. Þannig að það stendur ekki á okkur í fræðslunefnd og okkur sem bæjarstjórn veit ég að hefja það eða halda áfram því verkefni. Forvarnastefnan hefur verið rædd hér mikið við borðið. Við fyrir einhverjum árum síðan þegar ég var formaður fjölskyldunefndar þá nefndum við það líka og ætluðum okkur að hefja þá vinnu en það var bara eins og hlutirnir voru þá var það ekki hægt og ég er alveg sérstaklega ánægð með það að við skulum verja fjármunum í að hefja þá vinnu og við erum með öflugan mannskap til að leiða okkur í því verkefni og hlakka ég til þeirrar vinnu. Það er svona eitt og annað sem er búið að koma hérna fram sem við ætlum að bæta í þjónustuna og við náttúrulega ánægjulegast náttúrulega líka að við erum í senn bæti þjónustu, hefja uppbyggingu, ný skóla og við erum að greiða niður skuldir. Þannig að allt þetta í senn hlýtur að sýna það og sanna að hér er vel haldið utan málin. Já, ég held að það sé svona helsta sem að komið fram hér svo náttúrulega veit ég það bætast við hugmyndir og tillögur sem að koma fram að sjálfsögðu verður þeim vísað bara áfram og skoða þar og hvað við getum gert og ég veit náttúrulega að hér vill fólk leggja mark sitt á þessa fjárhagsáætlun og þá vinnu sem framundan er. Við erum að hefja nýjan vetur, nýja vinnu og auðvitað vilja allir koma að þessari eiga hlut í því verkefni sem við ætlum að vinna að saman í vetur. En takk fyrir þessu. Já, fleiri hafa nokkið hvað sér hljóðs fyrsta liðin, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Þannig að niðurstaðan er líkt og ænilega að henni verði vísað til síðari umræðu. Þann 29. nóvember. 29. nóvember. Það er að segja dagsetningu. Já, það eru bundin ákveðnum lögum. Já, við þurfum ákveða fyrir húnar umræðan eiga þessu stað.
Annars var það. Já, en lögmaðurinn að benda mér á það að við þurfum líka að ræða sérstaklega tillögurnar sem fram eru komnar. Það eru hérna 8 tillögur frá íbúðarhreyfingunni og 6 frá S-lista og þær verði vísað til seinni umræðu á þarnæsta fund bæjarstjórnar. 2009. Já. Og það er að greiða sérstaklega atkvæði það að vísa tillögum til seinni umræðu og svo þurfum við að greiða atkvæði að vísa fjárhagsáætlun sem slíkri til seinni umræðu 29. nóvember. Það eru sumar tillögurnar sko, sem að ég lagði til í tillöguna að þeim yrði vísað til umræðu í nefndum. Já, en þetta er... Það gerist náttúrulega automatist, sko, því að fjárhagsáætlun ásamt öllum tillögum fer til umræðu í nefndum. Já, ok. Já, það er enda gerist núna á milli. Þá er rétt að ég beri þetta upp bara í sitthvoru lagi. Þeir sem samþykkja að vísa öllum framkomnum tillögum til seinni umræðu, það er að segja tillögum S-lista og M-lista, ekki satt, til seinni umræðu fjárhagsáætlun 2018-2021 eru bennur eftir pönd. Fundurinn verður haldinn 29. nóvember til 4 vikur. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þá kemur önnur tillaga. Þeir sem samþykkja að vísa fjárhagsáætlun til síðari umræðu á fund bæjarstjórnar hinn 29. nóvember, þeir eru sem bennur að réttu pönd. Það er samþykkt líka með 9 atkvæðum til síðari umræðu. Nú, þá erum við búin með fyrsta lið og þá förum við... Það er kannski aðeins að taka bara smá fundar, Já. og ekki að standa aðeins upp þetta. Já, það er það ekki ágætt. Ég óska minnskost eftir því, mér er ekki sjálfum að standa þessu. Ég finn þetta. Við gerum fundar hér og bæjaráð nr. 1326. Þannig að við sjónaminu undan. Ég? Nei, Nei, ég var þú viss. Ég var. Hafsteinn er á balliði, sko, það hafi verið bæjarstjóri. Það síndist nú Haraldur vera á undan. Það var frót aftur. Nei, ég held að... Heldur hver á heldur? Ég síndist hann vera á undan. Þá var þú með orðið Haraldur. Það er eins og getur betur, fyrir fyrstur á bjölluna. Það er svo sem skiptir ekki öllu máli í mínum huga. Hver talar á undan. Og mér langaði að tala hérna þessum mál nr. 2 á þessum fundi, það er að segja fjölnota íþróttahús. Á þessum fundi var ákveðið að hefja undirbúning og vinnu við fjölnota íþróttahús á Varmá. Þetta verkefni svo sem búið að vera í umræðinni nokkuð lengi, allt þetta kjörtímabil átti eiginlega sér upphaf í lok síðasta kjörtímabils þegar settur var á starfshópur um vinnu við fjölnota íþróttahús og skoðun á því hvernig það hægt var að standa því verkefni og slíkt. Á þeim tíma komst á starfshópar að þeirri niðurstöðu að það væri skynsamlegast að byggja yfir keppnisvöll gervigra stóra völlin á Varmá, svokallað fullvaxið eða heilan knattspyrnuvöll í einkaframkvæmd, eða það yrði skoðað. Ástæðan fyrir því að sú leið var farin var sú að miðað við það sem er að gerast í bæjarfélaginu nú þessi árin, þær framkvæmdir sem standa fyrir dyrum, var fyrir séð að bæjarfélagið myndi ekki ráða við þá fjárfestingu að byggja heilt hús á eigin kostnað. Þetta var framkvæmt sem þá var metin á í kringum milljarð og hefur sjálfsagt hækkað einhver prósent síðan, örugglega 20, þannig að kannski gera ráð fyrir því að slík framkvæmd myndi kosta 1,2 milljarð í dag. Það var svona verið að undirbúa þetta og meðal annars komnir aðilar að borði sem höfðu áhuga á því að taka þetta verkefni að sér meðan við þessar forsendur og það var í skoðun. Afturhelding fór hins vegar í svona naflaskoðun á sínum málum og komst að þeirri niðurstöðu
það myndi þjóna félaginu betur að í staðinn fyrir að byggt yrði yfir þennan völl, þá yrði byggt svokallar hálft hús yfir gamla gervigrasvöllin sem liggur upp að íþróttahúsinu á Varmá. Og svona, ég held að sé skemmst frá því að segja að það hlaut ágætis hljómgrunn og frá mínum bæjendinu séð það mun skynsamlegri leið heldur en að fara á leið að byggja yfir hinvöllin með þessu fyrirkomulagi. Ég ekkert að móti einkaframkvæmd, einkaframkvæmd sú aðferð að byggja oft eiga rétt á sér. En í þessu tilfelli þá hefði það þýtt það að nýting, að notkun, afnot bæjarins af húsinu verði ekki 100%, sennilega einhvers staðar svona milli 30 og 40% og aðrir tímar í húsinu eru þá leigðir út til annarra. Og þá yrði þessi völlur ekki available, ég má sletta aðeins fyrir íþróttastarfsemi í Mosfellsbæ að hluta til, en hins vegar þá á móti komin stórt yfirbyggt hús með fullvöxnum keppnisvelli. Hin leiðin að byggja svokallað hálft hús sem nýtist þá íþróttafólk í Mosfellsbæ eins og það þarf og þá ef einhverju lausir tímar í því að leigja það út til annarra. En þá sem æfingahús og ekki fullvaxinn keppnisvöllur þar að segja fyrir 11 manna bolta en heldur þá fyrir 7 manna bolta. Þannig að ég held að þetta hefði skynsamlegt og góð ákvörðun að fara þessa leið. Þarna var lögð fram svona skoðun á því verkefni sem hafi verið unnin hér. Þegar þetta mál kom fyrir inn í bæjarráð í upphafi þessa árs, þá var bæjarstjóra falið að undirbúa það og skoða það og þá var lagt þetta fram skoðun á því sem hafði unnin að verkfræðistofu og umhverfissviði og fræðslusviði, og frístundasviði og bæjarráð samþykkti að fara á stað með þessa framkvæmd og það er náttúrulega stór áfangi fyrir íþróttastarfsemi hér í bænum. Mér langaði að koma inn á það hér að ég var ekki staddur á þessum fundi og ekki heldur framkvæmdastjóri fræðslu og frístundasviðs og ég hugsa að það hefði valdið ákveðnu misskilningi sem uppkom á þessum fundi og ég tek þann misskilning á mig að hafa ekki komið þeim upplýsingum nægilega á framfæri til þess sem að við báðum að mæta á fundi, þess að framkvæmdastjóri umhverfissviðs, þeim upplýsingum sem að höfðu farið á milli mín, framkvæmdastjóra fræðslu og frístundasviðs, formanns og formanns afturöldingar og formann knattspyrnudeildar á fundi þar sem vorum að ræða þessa framkvæmd vikunni áður. Það er að segja að það kom upp á þeim fundi að það væri hugsanlega í pípunum því að þetta hús er hannað samkvæmt reglugerðum KSÍ eða ekki hannað, ekki búið hannaða, eða sett upp samkvæmt reglugerðum KSÍ löglega keppnisvelli í 7 manna fótbolta. Þannig er stærðin á húsinu svo það kom fram í þessari skýrslu. Það kom fram á fundi með formanni knattspyrnudeildar og formanni afturöldingar að formanni knattspyrnudeildar hefði farið sérstaklega til Knattspyrnusambands Íslands og fengið þar upplýsingar að það stæði til hugsanlega að breyta reglugerðum hvað þetta varðar og að það yrði þá stærri velli að ræða sem að þyrfti til að vera þá löglegur keppnisvöllur í 7 manna fótbolta. Þetta þýðir að húsið, ef að þessu verður, þarf húsið að vera um 2 metrum breiðara og heldur en það sem þarna kom fram og 5 til 10 metrum lengra eftir hvernig það mun enda. Þannig að við vorum alltaf tilbúin með þetta mál og heldum að við værum það væri allir á sama blettinum hvað stærðina varðar en við ákváðum vorum sammála það við 4 sem á þessum fundi værum að við færum þetta mál svona inn til ákvörðunar í bæjarráði en það hefði jafnvel kæmið fram á fundinum að það þyrfti að skoða þessar stærðir betur. Ég ljósi þessarar hugsanlegu breytinga á reglum stærð 7 manna bolta. Þessum upplýsingum láðist mér að koma með nógu nægilega skýrum hætti til framkvæmdastjóra umhverfissviðs. Þannig að hún hafði ekki nægilega góðar upplýsingar það að við hefðum hitt formann knattspyrnudeildar og formann afturöldingar til þess að ræða þetta og þetta verið niðurstaðan. Þannig að skilaboðin voru þannig á fundinum að mér skilst að það væri ekki athugasemdir af hálfu afturöldingar við þessa stærð.
Það eru athugasemdir af hálfu Aftureldingar við þessa stærð sem snúast þetta. Og við sögum að það munum að sjálfsögðu skoða. Við munum ekki leggja til að það verði byggt hús sem ekki uppfyllir lágmarksstærðir keppni í þessari grein, þar að segja 7 manna bolta. En við vildum að þetta kemist af stað og vorum sammála það að það þyrfti að koma verkefni á stað, koma inn í fjárhagsáætlun, byrja að deiliskipulagsferli og slíkt, þannig að þetta myndi ekki tefja fyrir því. En í þessu ferli þetta skoðað og hvort að það þyrfti þá að stækka húsið. Það ákveðin vandkvæði við að lengja það, vegna þess að þá flúktar það ekki við núverandi hús, þannig að það þarf að skoða það aðeins. Við getum ekki farið nær ánni, þá erum við farin inn á hverfisverndarsvæði árinnar. Við viljum ekki hrófla við því að sjálfsögðu, þannig það þarf að skoða þetta nánar. En verkefnið kom að stað, það farið deiliskipulagsferli og þannig að verkefnið tefjist ekki. Ég hefði átt að ræða þetta skýrar við framkvæmdastjóra umhverfisins og eða að biðja framkvæmdastjóra frístundasins að vera á fundinu þannig að þessu upplýsingar væru á hreinu. Ég var ekki á fundinu, var í fríi og þetta sem sagt fór svona og ég biðst bara afsökunar á því að hafa ekki komið þessu nægilega skýrt frá mér. Það olli ákveðnum misskilningi sem að er alveg skiljanlegur vegna þess að upplýsingarnar á fundinum að mér skilst voru þannig og ég vona að það sé þá skýrt að við þurfum að skoða þessar stærðir betur en verkefni getum farið á stað, við getum farið í deiliskipulagsferli, undirbúið útboðsgögn en stærðirnar þarf aðeins að fara í gegnum betur hvort að það þurfi að stækka hús og mér finnst það nú líklegt að svo sé. Kostnaður við það kostnaður per fermetri í þessu húsi er ca. 100.000. Ef við lengjum það 10 metra og breikkum það 2, þá er þetta einhvers staðar 20 til 30 milljónir vantilega sem kostnaður mun aukast eitthvað slíkt. En mér finnst það kannski ekki aðalatriðið að það komist almennilega fyrir á þessum stað. Það verður ekki klúður og það þurfum við að skoða betur. Það sé ekkert mál að breikka fer að vísu eitthvað trjábelti í uppnámi út af því sem þarna milli gamla og nýja gervigrasvallarins en það þarf að skoða hvernig lenging kemur út. Þannig að ég vildi bara koma sem framfæri að þetta átti ekki að vera svona en varð óvart svona og helgast að því að ég hefði átt að upplýsa framkvæmdastjóra umhverfisins betur eða beðja framkvæmdastjóra frístundasins sem sat hennar fund með mér að vera hérna til að upplýsa þetta. Vildi að þetta kæmi hérna fram. Það segir þetta mál eða ekki? Jú. Já, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli. Bæjarstjóri er búinn að skýra frá sínum bæjardyrum, segja hvað fór úrskeiðis í þessu máli, en það er ekkert launungarmál að ég er hérna aðilinn að þessum misskilningi eða hvað við getum kallað þetta. Ég þarf aðeins að breyta ræðunum minni eftir innlegg bæjarstjóra, en það er samt vissar athugasemdir sem ég vil gera og það kemur fram, sem ég er að ræða þetta fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ. Það kemur fram í minnisblaðinu sem liggur fyrir fundinum sem ég mæti á að það kemur fram að tillagan að fjölnota íþróttahúsi sé unnin í góðri samvinnu ungmennafélagið Afturelding og samræmist þeirra stefnumörkun. Sú stefnumörkun lá ekki fyrir okkur á fundinum. Hún var ekki hluti af gögnum fundarins þannig að sem hefði verið gott en var ekki. Á þessum fundi þá gerði ég nokkrar athugasemdir og ég man að ég gerði athugasemdir varðandi upphitun hússins og svona loftræstingu og salernisaðstöðu. Þess að mér finnst eiginlega ómögulegt að safna saman allt fullt af litlum krökkum á takkaskóm, á æfingar og svo verður þeim mál að pissa eða jafnvel bara brátt í brók og þá er langt að fara og það þarf að fara úr takkaskónum og alls konar snúningar í kringu þetta. Þannig mér finnst þetta sérkennilegt að ætla að byggja svona yfir fótboltaæfingar lítilla krakka og gera ekkert á fyrir salernisaðstöðu þar við. Þetta nefndi ég á þessum fundi og svo ræddi ég enn annað, ég ræddi mig þetta sérkennilegt þetta mál hefði ekkert farið inn til íþrótta- og tómstundanefndar. Það var sem er sérkennilegt og nefndin hefur ekki fengið málefni fjölnota íþróttahús inn á sitt borð síðan í apríl 2016. Og ég lagði til á fundinum að við myndum senda þetta erindi
og til umsagnar íþrótta- og tómstundanefndar. Nú, ég var beitt fortölum á vinsalegan hátt samt, ég er ekki að kvarta undan því, það var bara fóru fram umræður og ég sem sagt tók þann kostinn að sættast á að þetta yrði sent nefndinni til, hvað er það kallað, til kynningar. Og þá var náttúrulega opið fyrir nefndin að koma með athugasemdir eða ábendingar varðandi verkefni. Og það gerði ég náttúrulega í trausti þess að þetta væri allt saman unnið í þessu góða samstarfi við ungmennafélagið. Núna er Haraldur búinn að koma og skýra frá sinni hlið og fundur sem hann var átt og þetta og ég ætla ekki að bera brigður á það og er alveg vissum að þar segir hann satt og rétt frá. En það sem gerir síðan er að ég heyri eftir fundin og það er það sem að veldur því að ég verð ansi óhress með þetta mál, að ég heyri að það hafi verið gerðir fyrirvarar frá hendi ungmennafélagsins og ég var ekki látið vita þeim inn á fundinum og mér fannst þess vegna að ég hafi verið eiginlega dregin og asna eyrunum í þessu máli. Og það sem ég heyri er að það er þetta mál sem bæjarstjórinn nefnir hér áðan, þess að yfirvofandi reglugerðarbreytingu KSÍ og svo hitt að sko börnin eru svo mörg á æfingum, flokkarnir eru kannski með 50-60 börn í flokki á æfingu og það sem ég heyri er að það rúmist eiginlega varla nema 40 börn á æfingu þetta í einu. Þannig að þá fyrir ég að hugsa sko hvað er í gangi, hver er stefnumörkunin, sko til hvers er þetta hús hugsað og mér finnst þetta svona dálítið misvísandi upplýsingar og þess vegna ætla ég bara að leggja fram þá tillögu hér á þessum fundi að við óskum eftir því að stjórn Ungmennafélagsins Afturheldingar sendi okkur yfirlýsingu, sendi bæjarstjórn yfirlýsingu þar sem fram kemur afstaða hennar til þessarar framkvæmdar eins og hún liggur fyrir og hvernig hún samræmir stefnumörkun félagsins. Bara þannig að sé algjörlega á hreinu að þarna sé verið að fara af stað með hús sem ungmennafélag sem verður náttúrulega aðalnotandi þessa hús er fullkomlega sátt við. Þetta er þetta. Og svo er það hitt sem að ég var alveg mjög undrandi yfir. Og það var þegar ég kem út af þessum fundi, þá var mér bent á forsíðu Mosfellings. Og þar er sem sagt fyrirsögn, þar er fyrirsögn ráðist verður í framkvæmdi við fjölnota íþróttahús að Varmá. Og þarna er mynd af þessum velli og ég get ekki betur séð að þetta sé bara úr gögnum bæjarráðsfundarins. Þessi mynd, þetta er sama mynd og ég var með í gögnunum hjá mér. Og reyndar er sagt í textanum það sé að ég fara orðaðekkunni þannig að ég fara að vinna þessu eitthvað þess aftar sko, en fyrirsögnin er þessi. Og nú sko, já, ég er bara endurtek, þetta kom mér bara mjög óvart vegna þess að fundarboðið var sendt út rúmlega 16 á mánudaginu 16. október og ég veit ekki til þess að nokkur utan þess hóp sem að færi þetta, það eru við bæjarfulltrúar og alls konar embættismenn hérna sem fá send fundarboð bæjarráðs. Nú voru að leiðrétta mig ef ég hef rangt fyrir mér, en ég veit ekki til þess að einhver utan þessa hóps geti til dæmis verið áskrifandi að fundarboðum bæjarráðs og gögnum sem að fylgja því. Og ég hef alltaf talið að þegar að ég sé bundin trúnaði efni þeirra erinda og gagna sem á að taka fyrir á bæjarráðsfundi, þar til fundunum er lokið. Og kannski það líka vitleysi í mér, þá er bara leiðrétta mig með það. En sko bæjarráðið sjálft er ákvörðunaraðilinn í svona málum og þar sitja kjörnir fulltrúar sem hafa ákvörðunarvaldið mál eins og þessi. Ákvörðunarvaldið er ekki í höndum embættismannanna. Þannig er alls ekki, eða minnst kosti á ekki vera sjálfgefið að mál sem fer á dagskrá bæjarráðs verði afgreitt endanlega á þeim fundi eða eins og embættismenn leggja til í minnisblaði. Það getur bara orðið alls konar vendingar með það. Og það er líklega hugsun þá með því að það sé ekki verið að dreifa öllum þessum gögnum fyrir fundina. Og í þessu tilfelli þá veit ég ekki hvernig bæjarblaðinu hefur áskotnast gögn fundast, því ég sé ekki betur en það sé mynd sem er notuð í fundagögnum. Kannski liggur hún bara eitthvað, ég hef ekki hugmynd það, ég veit það ekki. En ég skil bara ekki hvernig borist þessi gögn í tæka tíð fyrir prentun blaðsins og það allavega veldur mér vissi umhugsun.
En tillöguna vil ég bera fram það að við fáum yfirlýsingu frá ungmennafélaginu Aftureldingu fáum yfirlýsingu þar sem kemur fram afstaða stjórnarinnar til þessara framkvæmdar eins og hún liggur fyrir núna og hvernig hún samræmist þá frekari stefnumörkun félagsins. Takk. Já, Sigrún, þú varst nú reynda búin að biðja orðið á undan bæjarstjóra. Við skulum gefa þér orðið, blöðsvöld. Já, ágæti forseti. Ég kem hér upp undir sama máli, fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ. Ég verð að segja það að það vakti stórkostlega undrun mína að sjá þessa frétt á forsíðu Mosfellings sama dag og við fengum Mosfelling inn lúguna. Mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð að gera þetta svona og tel að það sé bara mjög mikilvægt að endurskoða þau. En það er annað sem að mér langar að ræða varðandi fjölnota íþróttahús. Við vorum náttúrulega að tala fjárhagsáætlun áðan. Fjárhagsáætlun, hún gengur út af forgangsröðun verkefna og fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ svona verkefni sem kostar mikla peninga og ef að ég ætti að forgangsráða þá myndi ég taka umhverfisskipulag með öllum þeim framkvæmdum sem fara þarf í til þess að búa til fallegan bæ, grænan bæ. Þá myndi ég taka það til dæmis fram yfir íþróttahúsið, þetta fjölnota knattleikahús. Ég mjög hlynnt í að svona hús verði byggt, en það eru bara ákveðin verkefni sem setið hafa á hakanum og ég talaði áðan. Þannig að mér finnst að fjölnota íþróttahús geti beðið næsta árs eða þarnæsta árs. Vegna þess einfaldlega að það eru miklu fleiri íbúar sem njóta þess að búið sé til fallegt og skemmtilegt umhverfisskipulag með tilheyrandi útivistarsvæðum og útivistaraðstöðu og svo framvegis. Það eru bara miklu fleiri sem njóta þess heldur en krakkarnir sem eiga eftir að njóta fótboltahússins. En ég ekki að segja það að við séum á móti þessu verkefni, en fjárhagsáætlun gengur út af það að forgangsraða verkefnum og þetta væri til dæmis verkefni sem að ég væri tilbúin til að fresta til að koma öðru að. Haraldur, þú næstum blöðsvöld. Það að bregðast við þessu og stefnumörkun varðandi þetta máli upphafið af því að mér var falið, að bæjarstjóra var falið að skoða möguleika og byggingu þessa húsa þessari stærðargráðu sem kom held ég í janúar 2017 á þessu ári frá ungmennafélaginu inn í bæjarráð og á grundvelli þess var þetta skoðað. Ég ekki alveg með algjörlega hreinu dagsetningu hvort það janúar eða einhverjum öðrum mánuði. Það kemur reyndar óvart ef að það mál eða það erindi ekki undir þessu máli. Ef að svo ekki, þá bið ég nú lögmanninn að sjá til þess að því verður kippt í liðin. Því að auðvitað það grundvöllurinn að þessu máli, þessi stefnumörkun Aftureldingar að vilja fá hús sem þetta í stað hins sem var að vera að skoða. Það var reyndar meira sem var rætt í því erindi, það var búningsaðstaða, það var stúka og einhverja hugmyndir það að breyta grasvellinum að varma í gerjugrasvöll. Það hefur engin afstæða verið tekin til slíks, en það fól bæjarráð bara, eða bæjarstjóra bara, einvörðungu að fjalla þetta tiltekna verkefni úr þessar stefnumörkum. Og það var verið að vinna því. Ég veit ekki hvaða athugasemdir komu fram varðandi upphitun.
þarna fundinum, hef ekki heyrt það, en í þessari sko frumhönnun, ef má kalla það að húsinu, þá er gert ráð fyrir tvenns konar upphitun, annars vegar upphitun á hitalögnum sem eru undir þessum gervigrasvelli gamla á varma og svo blósurum. Þannig að það væri hérna gert ráð fyrir því að þarna gæti verið 8 til 10 gráði hiti í húsinu allan ársins hring. Ekki meira það þó. Þannig að ef við vilja hafa það heitara, þá þarf að bæta við einhverjum græjum til þess að gera það. Hugsanlega einangra húsið. Já, vantarlega einangra húsið, það er sennilega það og byggja þá úr einhverjum öðrum byggingarefnum, því þarna er verið að tala stálgrindahús með 2-földu segldúk. Það er náttúrulega forsenda þess að setja að gera það með þessum kostnaði sem hann er talað með einhverjar góðar 300 milljónir í þetta verkefni. Salernisaðstaðan er alveg sammála því, enda var svo sem búið að er í þessari frumhönnun gert ráð fyrir því að setja að hafa salernisaðstöðu. Ef við vilja bæta henni við núna, þá er það bara ákvörðun sem geta tekið. Hún kostar eitthvað 20-30 milljónir. En þetta var bara sett upp á þennan hátt vegna að það er ekki salernisaðstaða í kringum stóra gervigrasvellinn, öðnur en í vallarhúsinu. Þannig að það er svo sem engin breyting á því, en þetta er bara sama eins og hefur verið, en ég get alveg tekið undir það að það væri gott að geta flýtt því að koma slíku á koppinn. Hvað var það síðan sko Mosfelling? Þá er það bara einfaldlega þannig að Mosfellingur hefur samband og spyr hvað sé að frétta þessu máli. Og honum er sagt það eins og þegar aðrir blaðamenn eða fréttamenn hringja. Þessi mynd var ekkert trúnaðargagn, það er ekkert í henni sem að ekki að okkar mati hér má ekki koma fyrir almennir sjónir. Þetta er skematísk mynd það hvernig svona hús gæti hugsanlega litið út. Og í mínum huga ekkert í henni þeirri mynd þar var ekki einhver sérstakur trúnaður um. Það var búið að birta myndir af einhverjum öðrum hugsanlegum húsum eins og þessu stóra, vídeó og eitthvað slíkt, en þannig ég get ekki séð að gera henni athugasemdir við það. Hvað var það fyrirsögn blaðsins? Það verður því að bæjarstjórn þar sem að hafa einhver athugasemdir við það að ræða við þann sem skrifa þá fyrirsögn, það er að segja blaðamaður Mosfellings, því að hún kemur sjálfsögðu ekki héðan. En það komið þar upplýsingar héðan að það lægi fyrir tillaga í bæjarráði um það að fara á stað með þetta verkefni. Hún yrði tekin til afgreiðslu á þessum umræddafundi, enda held ég að hafi staðið fréttina fyrir bæjarráði liggur tillaga. Fyrirsögnin er ekki á ábyrgð bæjarins. Það er hins vegar upplýsingar sem þetta koma fram um það og þessi mynd, hún kemur frá bænum og það standi til að ræða þetta, það sé á dagskrá bæjarráðs að ræða þessa tilteknu framkvæmd. Svo að ég nefndi hér áðan, við erum ekki alltaf sammála, ég er ósammála því að það þurfi ekki að byggja þetta hús og það strax. Það er skoðun meirihlutans að þetta sé mjög nauðsynleg framkvæmd að fara í þetta íþróttahús í ljósi stækkandi bæjarfélags og bara almenna krafna um það hvernig skanda skuli á íþróttastarfi bænum. Og bara því fyrr, því betra. Þannig að ég tel að þetta sé framkvæmd og við sem stöndum að þessari tillögu, ég held að bæjarráð hafi verið sammála um það, ég skil það að S-listinn sé sammála því líka, að það sé nauðsynlegt að fara í þessa framkvæmd. Þannig að við erum þá bara ósammála um það. Ég er ekki að gera lítið úr umhverfisskipulagi og það er örugglega gott verkefni, en það er hins vegar ekkert skipulagsvinna, ef ég skil það rétt sem hér var sagt, er ekkert að þeirri stærðagráðu, það kosti einhverja 100 milljóna. Það liggur hérna fyrir, við þurfum þá að skoða milli umræðina hvort við getum eitthvað gefið í þessu græna skipulagi, umhverfisskipulagi og sett einhverja meiri peninga í það. Vonandi verður það hægt, en íþróttahúsið
fjölnota þarf að koma strax. Það er okkar skoðun. Ólafur Ingi, þú er næstur, hvað svar? Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Einhvern tíma var sagt að orð eru dýr og það hafa svo margir tekið undir það og ég er nú einn af þeim. En það fyrir jafnrætt í sig að það er þetta gjaldfella orð. Og við gjaldfelluðu með því að láta þau merkja eitthvað annað heldur en þau í raun þýða. Mér er oft hugsað til þess að þegar það er talað um ofvirk fólk, að það sé, sem er í raun kannski bara duglegt fólk, bara kröftugt og öflugt fólk, að það sé ofvirkt. Það gjaldfellur til dæmis hugtakið hvað er að vera ofvirkur. Og til dæmis strax er ekki teygjanlegt hugtak. Svo mjög. Það er frægsetning. Ég ætla ekki að vitna í neitt, það er margir svo sem endur tekið það eftir þeim ágæta höfundi. Knatthús, yfirbyggður gervigrasvöllur, fjölnota íþróttahús. Þeir eru mismunandi hlutir. Og við getum alveg notað þetta, en mér finnst að við séum að gjaldfella. Eins og bæjarstjóri myndi sérna á áðan að þá var í upphafi undir lok reynda síðasta kjörtímabils sem var myndaður starfshópur og sem síðan starfaði áfram í upphafi þessa kjörtímabils og ég var nú einn af þeim sem var í þeim hópi. Og hún var fengið það verkefni að kanna möguleika að koma hérna upp fjölnota íþróttahúsi. Tölver vinna var lagði í þetta og áður en ég kom inn í hópi var nú búinn að vinna tölvert, farið í skoðunarferð vítt og breitt og skoða alls konar hús, uppblásinn og grindarhús og einangruð og óeinangruð og allavegna. Og út úr þeirri vinnu kom þó allavegna að þetta var kostnaðargreint og eins og bæjarstjóri nefndi hérna áðan að þá var það milljarður sem geti verið einhvers staðar 11-1200 milljónir í dag. Og á þeim tíma þegar við vorum svo sem bærinn var að berjast við það að passa að sjá því að vera ekki rekinn hér með tapi í 3 ár í röð og þetta var allt mjög tæft. Það stóði náttúrulega fram fyrir því að þetta var náttúrulega ákveðin ómöguleiki. Ég er svo sem alveg og gat alveg tekið undir það á þeim tíma þannig að það var farið að skoða þá möguleika hvort að þetta væri eitthvað mögulegt að vinna þetta verkefni í einkaframkvæmd. Og það var skoðað og það voru komnar tillögur og það voru gerðir útreikningar kosti og galla og rekstrakostnað og tímafjöld og ég er alveg sammála því sem að Haraldur bæjarstjóri sagði hér áðan að þetta er ekki heppileg leið. Meðal annars út frá forgangi þeirra aðila sem við viljum að nota húsið og svo þeirra einkaaðila sem að eiga það og væntanlega vilja leigja og nýta þá tíma sem þær eru í boði. Sem hefði kannski þýtt það að okkar skjólstæðingar hefði kannski setið heldur aftarlega á merinni þegar það kemur að því að fá góða tíma í svona húsi. Við erum semst hér að tala að byggja yfir litla gervigrasvöll. Stálgrindahús með 2 dúklæð. Sjálfsagt er ekki hægt að fara ódýrari leið heldur en þetta. Ég get alveg verið sammála því. En spurningin er bara, er hún nógu góð? Er þetta byggt á tillögum afturöldingar sem komum fram fyrir ekki svo löngu síðan og kemur út á þeirri óþolumæði sem þar er ríkjandi og þau vandamálum sem eru bara í dag. Það sem að krakkarnir okkar er að leika knattspyrnu í hvaða veðri sem er og við teljum þessi bara ekki báðulegt með það hvað kröfu við gerum til þessara svona aðstöðu. Mér fannst gott að heyra það hér frá bæjarstjóra að þessi misskilningur, hann var leiðrétt hér ákveðin misskilningur að þetta fundarhöld sem stóðu og hvað kom út úr þeim fundum. En ég er samt óánægður með þessi vinnubragð því að mér hefði fundist að
Þetta mál hefði átt að koma til íþrótta- og tómstunarnefndar áður en það kemur til endanlegra ákvörðunar í bæjarráði. Bæjarráð hefði, að mínu mati, af því að við vorum að tala hér og bæjarstjóri lýsti því vel að mörguleyti væri fjárhagsáætlunin sem við vorum að afgreiða hér til annar umræðu áðan. Og hún endurspeglar það vinnu sem er unnið í nefndunum. Sú vinna hefur ekki farið fram í íþrótta- og tómstunarnefnd í þessu tilfelli. Það er ekki góð vinnubrögð. Ég er margófsagt, ég hlynntur því að við ræðum þessi mál í nefndum, fjöllum þar, fagnefndunum og síðan er afgreitt, væntanlega þá til bæjarráðs sem tekur afgreiðsluna og síðan bæjarstjórnar. Ég hefði viljað og hefði kosið sem fulltrúi íþrótta- og tómstunarnefnd, hefði ég kosið að eiga þetta samtal við fulltrúa og afturréttingar í nefndinni. Heyra það bara beint frá þeim til að forðast misskilning. Hvað eru þið að tala um? Hvað viljið þið? Hvert stefnið þið? En ekki að þurfa að fá millilið til að segja mér hvað þeir vilja. Ég vil fá milliliðalaust samtal. Ég ætla svo sem ekki að fara út í þetta með Mosfelling sem ég finnst bara eiginlega forkastanleg vinnubrögð, en mér er nokkað þó að nefna og það hvarflaði hér að mig áðan. En ég man eftir mun verra dæmi heldur en hér var rætt. Og það snýr að ársreikningum Mosfellsbæjar. Þegar ég las það sem kjörufulltrúi í Mosfellingi, sem greinilega hefði fengið upplýsingarnar á undan mér, upplýsingar sem við erum bundin mjög ríkum trúnað Og Mosfellingur vissi nákvæmlega rekstrarniðurstöðu bæjarins. Er hann þá innherji hér hjá bænum? Við erum innherjir í þeim skilningi í frágangi á þessu. Mér finnst þetta mjög alvarlegt, við þurfum að skoða þetta. Og bæjarstjóri sagði að Mosfellingur hringdi í sig og spurði hvort eitthvað er að frétta. Hann er aldrei hringt í mig. Ég held að hann var aldrei hringt í... Þetta hringdi ekki, hann kom að spyrta á mig. Já, hann er ekki heldur komin til mín. Hann er velkominn. En hann er ekki heldur hitt bæjarfulltrúa Önnusíðri, ekki spurt málið. Dálítið sérstakt. Ég styð því það að við fáum þessa yfirlýsingu sem þessi tillaga snýst í það minnsta. Mér skilst að málið verið sett til umsagnar í íþrótta- og tómstunarnefnd. Það var ákveðið bæjarráðsfundur. Ekki til umsagnar fyrir til upplýsingar. Til umfjöllunar og kynningar. Umfjöllunar og kynningar, fínt. Og þar munum við bara taka þessu umræðu aftur. En ég held og ég er alveg sannfærður það liggur náttúrulega mjög mikið á þessu. Þetta hefði átt að vera löngu komið, eitthvað slíkt hús. En að afgreiða þetta í svona flýti, nánast á lokuðum, finnst mér bara arfa slökvinum. Takk fyrir. Hafsteinn, þú ert næstur. Forseti, ég vil nú fagna því að þetta mál sé komið á dagskrá. Minn skilningur er að við mannabreytingar í knattspyrnudeild og þá hafi orðið mjög breyttar áherslur þar á áherslum og þeir hafi rætt það við aðalstjórn og það afturrelding þar með komið með gjörbreytta sýn á það hvað þeir vildu sjá að væri forgangsröðun verkefna og þau gætu ekki hugsa sér að missa gervigrassið stóra sem að undir þak heldur vildu hafa það sem opið knattspyrnusvæði áfram og það hafi meðal annars verið ein af ástæðunum fyrir því að þeir fóru að horfa á þetta öðrum augum og auðvitað er það einhver framtíð að sýna menn vilji sjá að það komi yfirbyggður knattspyrnuvöllur í fullri stærð í okkar ágæta sveitarfélag en þeir horfa á þetta eins og ég skil sem eðlilegt næsta skref og þetta verði það skref sem verði stigið núna og hitt verði þá einhver framtíðarsýn til einhverja framtíðar og ég gerir mér enga grein fyrir því hvenær að því kæmi en þetta
til þess að fá hús sem fyrst og ekki að fórna þeim velli sem til staðar. Telja mikilvægt að vera með gervigras í fullir stærð til þess að taka vor- og haustleiki og vetrarleiki og æfingar úti og af þeirri ástæðu séu búin að skipta sýn. Ég vona að þetta fái jákvæða umfjöllun í Íþrótta- og tómstundanefnd og við getum haldið áfram með málið. Takk. Já. Haraldur Sverrisson, Forseti, hér kominn málflutningur fyrir því að húsið sé ekki nógu stórt, ekki nógu gott og það kominn líka málflutningur fyrir því að það eigi ekki að gera þetta strax. Þannig að ég veit ekki, það sitt sýniskarjum í þessu og það ágætt. Ég þeirra skoðunar að þegar ég gera þetta, kannski var rangt hjá mér að segja strax, eins fljótt og auðið Það hefur verið nákvæmara orðalag, fyrst afsökunar á því að orðið strax rétt hjá bæjarfulltrúanum, það ekkert teygjanlegt. En ég hefði frekar átt að segja eins fljótt og auðið og ég á þeirri skoðun og við sem störum hér saman í meirihluta Mosbæjar á þeirri skoðun og þess vegna erum við að vinna þessu með þessum hætti. Þessi stefnumörkun afturöldingar sem sagt startar þessari vinnu með þessum hætti. Það að segja, það tekur raun og veru málið af þeim stað sem það var á að byggja yfir Stóravöllin, hús í einkaframkvæmd og fara frekar þessa leið byggja seglhús með stálgrind yfir gamla völlin. Það var sem sagt tillaga ungmennafélagsins afturöldingar. Bæjarstjóra var falið að undirbúa það verkefni eða skoða það verkefni í bæjarráði. Ég man ekki hvort að málið á sínum tíma var sent til upplýsingar til Íþrótta- og tómstundanefndar, það kann að vera, en það var að minnsta kosti ekki niðurstaða bæjarráðs. Bæjarstjóri gerir það oftast og vonandi alltaf, minnsta kosti vill það sem honum falið að gera. Og bæjarstjóri var falið þetta verkefni. Ég notaði til þess, til aðstofar umhverfissvið, framkvæmdastjóri umhverfissviðs og þeirra starfsmenn og framkvæmdastjóri fræðslusviðs og frístundasjóð þeirra starfsmenn sem og verkfræðistofuna Verkís. Og á þeim grundvelli var þessi tillaga lögð fram. Við urðum sammála þessum fundi sem ég nefndi hér áðan að það væri mikilvægt að koma málinu af stað. Það tekin ákvörðun að fara í framkvæmd sem þessa. Við vorum líka sammála það þurfti að skoða þessar stærðir betur. Það komum fram athugasemdir í bæjarráði heyrði ég salernisaðstöðuna, mér finnst alveg ástæða til þess að skoða það betur og ég veit ekki þetta uppbytunarmál. Það eitthvað sem ég hef ekki fengið skýringar á fyrir heyrt fyrir bæjarfulltrúi Anna Sigríður talaði það áðan. En ég bara endurtek það að ef það á að breytast þá þarf að byggja einhvern veginn öðruvísi hús. Og það kostar þá allt aðrar fjármuni heldur en þetta hús. Einangrað hús, með þá þaki og öllum pakkanum, án sem ég viti að ég myndi minnst kosti dobla töluna. Og þetta var það sem kom fram í stefnumörkun afturöldingar. Það eina sem stendur út af að finna út úr réttu stærðina. Og það ekki sem skiptir, það ekki make or break í kostnaði, það eins og að skoða aðeins betur hvað varðar, hvort það rúmast á þessum stað. Málið var sent til Íþrótta- og tómstundanefndar sem fjallar þessi atriði. En það sem öllu máli skiptir, það búið að taka ákvörðun að fara í þessa framkvæmd. Það að fara í og ljúka undirbúning hennar. Fara í deiliskipulagsvinnuna, það þarf að breyta deiliskipulagi til þess að því að það ekki byggingareitur, nægilega stóra minnskosti á þessum stað til þess að það sé hægt. Það tekur tíma og það þarf að halda áfram og útbúa hönnun og útboðsköp. Það þetta að gera á meðan. Og þá að finna út úr því nákvæmlega hvað húsið var stórt og hvort við viljum byggja salernisaðstöðu strax eða fresta henni. Það heldur ekki make or break í verkefninu. Þannig að hvoru tveggja örugglega hægt að verða við. Svona fjármunarlega séð að fara í salernismálin og hugsanlega að stækka húsið örlítið eins og þarf hugsanlega að gera.
Þannig að ég held að við ættum nú að svona að einhenda okkur af því að bara klára þetta verkefni, koma þessu húsi eins fljótt og auðið er upp og þannig að íþróttafólk í Mosfellsbæ geti notið þess og líka aðstandendur íþróttabarna, foreldrar geta verið svona frá veðru og vindum þegar að börnin þeirra litlu börnin þeirra er að keppa. Mér finnst alveg sjálfsagt að fá upplýsingar frá Aftureldingu nánar ef menn treysta ekki orðunum mínum og þá finnst mér bara rétt að vísa þeirri tillögu bara til íþrótta- og tónlistarnefndar í þeirri umfjöllun sem þar hvort sem eiga sér stað þar og íþrótta- og tónlistarnefndar getur þá bara átt samtal við Aftureldingu þetta verkefni. Ég legg það til að þessari tillögu er bara vísa til umfjöllunar íþrótta- og tónlistarnefndar í tengslum og umfjöllun sem framöndan húsið og síðan ættum við að fagna þessu verkefni og vonandi verður það tilbúið semst. Já, reynsar, já, þá gjör svo vel. Forseti, bara örstutt, fyrst ætla ég að segja að ég get fallist á það að tillagan fari inn til íþrótta- og tónlistarnefndar og þá gerir ég ráð fyrir að þetta mál fari inn á næsta fund þeirra nefndar strax. En varðandi upphitununa, það var nefnilega umræða þessa hitablásara. Nú finn ég ekki akkurat setninguna, það var örugglega inn í verkísplagginu, þar sem var svona eiginlega gefið í skyn að það væri bara möguleiki að fara í það að nota hitablásarna en að láta duga hitan í lognunum undir gervigrasinu. Sem ég held að sé mjög, ég er ekki tekað fram, ég er ekki verkfræðingur. Kostnaðaráætlun gera fyrir hvoru tveggja? Já, en það var rætt eins og að það væri jafnvel svona hallast að því að fara ekki í blásarana vegna þess að rekstrakostnaðurinn á þeim náttúrulega, hann er svo mikill, var mér sagt. Það væri dýrt að reka þessa blásara og reyndar ætla ég bara að segja það sem mér barst til eyrna svo síðar að það hafa allavega einhverju hjá Aftureldingu ekki, þeim ekki litist á þetta vegna þess að það fylgir svo mikill hávaði þessum blásurum. Þannig að ég líklega þarf að skoða það líka, bara hver er hávaðin sem fylgir því að vera með svona blásara, eða kannski er þetta ekki kallað blásarar, en þið áttuð á því hvað ég er að segja. Það fyrir utan húsin, Þau kallaði blásarar. Ha? Þau kallaði blásarar. Já, blásarar, já. Takk fyrir Theodór. Já. Fleiri hafi ekki hvað til hljóðs þetta mál, nr. 2. Það liggur fyrir tillaga frá S-lista en það er rétt skilið að það verði smá breyting á að vilji Aftureldingar verði komið fram hjá íþrótta- og tómstundaráði eða hvernig? Já, ég lagði til þessari tillögu bara vísa til íþrótta- og tómstundaráðar. Í tengslum við umfjöllun málið þar. En svona er hér. Og við sættum okkur við það. Já, hún náttúrulega borunum þetta alveg upp. Já, þá þarf að gera það. Já, en við ætlum allavega ekki að vera á móti því. Já, en það, eins og við dróðum hérna að tala að sendi bæjarstjórna, Afturelding sendi bæjarstjórna. Hvað segir þú? Gerir þú ekki það bara, er það vegna þess að dagskrártillögu sem það kemur að þessu verður vísa, þá bókum við það bara. Samþykktum nýja kvæðum og vísa tillöguna til Samfylkingar til umfjöllunar í tengslu við. Í tengslu við umfjöllun málsins í íþrótta- og tómstundanefnd, er það ekki? Já, það sé ég með til. Þurfa að funda menn einhverjar frekari kynningu á þessu? Það er þessi tillaga Samfylkingarna, það kemur tillaga að henni verði vísa til íþrótta- og tómstundanefndar. Í Tengslum við umfjöllun málið þar. Já. Það er rétt að gera atkvæðin það. Það er samþykkt með 9 atkvæðin. Þá erum við búin að ræða þetta mál og það er ekki til frekar umræðu hér á þessum fundi en ef fundamenn vilja ræða einhver önnur mál í bæjarráði frá 19. október og ef svo er ekki þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs nr. 1326 einstök mál bera með sér fundamennur bennur rétt upp hönd, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur næsta fundargerð frá bæjarráði og Haraldur Sverrisson, þú hefur beðið orðið. Það er síðari fundargerðin öllu heldur 1327 haldinn 27. október síðastliðinn. Já. Það er með einhver
bók sem ég ætla að taka hérna með mér. Þarfi. Hvað það sem þá að opna hérna fundargerðina. Já. Forseti, mér langar að taka þetta mál númer 1. Það er erindi Hildar Margrétardóttur. Erindi Hildar Margrétardóttur 1325. fund bæjarráðsins, það heitir þegar það var sent inn til bæjarstjórnar. Og erindið er nokkra blaðsíðna langt, þar að segja að það er kvartanir ummæli sem voru látin falla á þessum tiltekna bæjarráðsfundi og svo líka og reyndar þá líka í því samhengi ábendingar að ekki hafi verið veitt áminning fyrir þau ummæli og svo svona umfjöllun samskipti og meint einelti bæjarfulltrúa og bæjarstjóra í garð bæjarfulltrúa. Það sem mig langar að segja þetta að það er alvarlegt þegar að talað og fólk sakað einelti. Það er líka alvarlegt að þegar að fólk upplifir einelti. Og það er ekki góð staða. Frá mínum bæjardyrum séð og ég held að ég hef rætt við flesta bæjarfulltrúa í bæjarstjórninni er það ekki skoðun þeirra að hér sé einelti að ræða. Og enda komum við svo sem ágætlega inn á það í bæjarráði þegar við bókuðum það þar. Það er hins vegar skoðanaágreininga að ræða og ágreiningu hagsmuni og hvernig hlutirnir eru framsettir. En einmitt í skilgreiningun einelti er sagt að skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíka hagsmuna fellur ekki hér undir. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar og ég held að við öll séum sammála það að hér er ekki góð samskipti að ræða. Og bara samskipti sem alls ekki til fyrirmyndar. Og ég held að við öll getum lagt okkar lóð á vogarskáluna til þess að reyna að bæta það. Við höfum örugglega þeim sem orðunum er beint til í bréfi Hildar getum örugglega tekið til okkar eitthvað af því sem þar er sagt hvernig við erum eða hvernig við svipbrigði við veitum eða hvað það er sem að getur valdið pirringi á hinum aðilum. En það er líka í því sambandi rétt að taka það fram að það eru líka skoðanir þeirra sem að undir þeim ásökunum sitja að það sé einhver ákveðnar ástæður fyrir því. Það veldur ekki einn þegar tveir deila. Og ég held að við getum alveg örugglega bætt okkur í þessu. Það er þannig að samskiptin milli 8 við 1 er ekki góð. Og ég get vel skilið það að þegar að samskipti 8 gegn 1 er á þennan hátt að þá geti þessi eini upplifað þessa tilfinningu að einhvers konar einelti eða slíka tilburði sé að ræða. Það er viðkomandi er einn. Hefur andstæðar skoðanir við alla hérna. Og andstæðar nálgun og andstæðar upplifun af því hvernig þetta er. En í mínum huga, og ég held að við séum öll þeirra skoðanar, að við erum ekki sammála þeirri skilgreiningu. En við erum öll sammála því að samskiptin, þessar 8 við 1 er ekki góð. Og það bara í mínum huga hefur heft starf okkar hér í bæjarráði og bæjarstjórn. Það hefur komið í veg fyrir að við gætum lagt
það sem við viljum vel gera, okkar kraft, okkar vilja í það að reyna að koma einhverjum málum, einhverjum góðum málum fyrir íbúana í framkvæmd. Og það er ekki gott. Í mínum huga er það heldur ekki, ekki leið til að leysa úr slíkum ágreiningi, skoðanágreiningi eða samskiptavanda sem ég minnskosti á að sé. Að fjallum það með þeim hætti sem lagt er til hér. Það er að segja að taka málið upp með opinberum hætti í einhverju ráði, að þessu tilfelli bæjarráði, bókum það, gera það opinbert. Orðið einelti er mjög vinsælt hjá fjölmiðlum. Og leið og orðið einelti var komið í fundargerð, þá var það náttúrulega algjörlega öruggt að einhverju fjölmiðlar myndi gera sér einhvern mat úr því. Ég er ekki þar með að segja að það hafi verið einhver tilgangur með málinu, tilgangur þeirra sem lögðu það fram, en það er bara þannig að fjölmiðlar hafa áhuga á slíkum málum. Einelti er mjög mikið umfjöllunarefni í þjóðfélaginu. Það hafa verið sérstakar safnanir, það hafa verið sérstök átök, það hafa verið sérstök átök í skólum. Við erum með eineltistefnu hérna á vinnustaðnum. Við erum með eineltisteymi. Og þetta er svo viðurkennda aðferð sem notuð er. Þannig að einelti er alvarlegt mál og það er verið að taka á því að fólk vill ekki sjá svoleiðis hluti. Það eru fjölmiðlar náttúrulega taka það upp ef að slíkt getur átt sér stað. En samskiptavanda, og ekki heldur einelti ef það var að ræða, sem ég er ekki ósammála, þannig ég ætla að tala um samskiptavanda. Samskiptavanda er ekki hægt að leysa í fjölmiðlum. Við leysum heldur ekki samskiptavanda með að bóka hvert á annan. Við leysum samskiptavanda með að tala saman. Og ég er á því að við höfum gert og lítið af því. Ég held að það sé það sem við öll getum litið okkar eigin bara með, að við hefðum miklu fyrr átt að setjast niður án þess að gera með þessum hætti og ræða hlutina hreinskiptið. Og athuga hvort við getum ekki fundið einhverja leið til þess að skoðana ágreiningur okkar sem augljóslega er til staðar og ekkert óeðlilegt í apparat eins og fjölskipari bæjarstjórn, að við getum ekki umgengist hann með meiri virðingu gagnvart hvort öðru. Okkur hefur mistekist einhver leið í því. Og ég mæli ekki með þessari leið, þar að segja að við séum hér að berjast hér á opinberum vettvangi, skrifa opinber bréf, fara í fjölmiðla og tjá okkur um það og reyna að verja okkur eins og við þurfum alltaf að gera þegar slíkt er að ræða. Ég var bara að spurði beinlínis að blaðamanninum, þú ert sakaður um einelti. Ég er bara ekki sammála því. Ég er ekki sammála því að ég sé að leggja neitt í einelti. Ég sagði blaðamann, ég er ósammála því, en í mínum huga er samskiptavanda að ræða í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Og ég vil að við reynum að leysa hann. Á einhvern hátt sem að gera það að verkum að við séum ekki hér að svara því út í bæ hvernig við gerum það. Við viljum aldrei leysa hann. Þannig að ég vil leggja fram þá óformlegu tillögu, eða óformlegu hugmynd skulum við bara kalla það, að við oddvitarnir allra flokka í bæjarstjórn Mosfellsbæjar setjumst niður og reynum að ræða þessi mál. Og það vill svo líka til að við höfum hér nýráðinn forstöðumann þjónustu- og samskiptadeildar sem hefur ekki upplifað þetta sem betur fer. Ég held að það sé engum gott. Ég veit að embættismennin hér, þeim finnst þetta ekki góð samskipti og þetta kemur niður á starfseminni. Þeim finnst þetta óþægilegt og þetta dregur kraftin úr, samstöðun úr fólki og bara fólki langar ekki eins mikið að vinna hérna vegna þess að það upplifir það að fólk er erfitt með að tala saman. Þess vegna vil ég leggja til að við setjumst niður við oddvitarnir, fáum þennan nýráðna forstöðumann til þess að halda aðeins í hendurnar okkur með það og halda utan um slíkan fund. Hann hefur 20 ára reynslu í að vinna að stefnumótun og að vinna samskiptavanda á stefnumótun og endurskipulagning er oft vegna slíkra hluta.
Ég rætti þetta við hann tilbúinn til þess að setjast niður með okkur. Ég ekki að gera hér einhverja formlega tillögu. Við höfum ekki að vera að setja málið á þann stall, heldur frekar að við getum bara verið hérna þegjandi sammála það að setjast niður og ræða málin og athuga hvort við getum ekki komið þessum samskiptum saman í betra horf heldur en þau eru. Því að í mínum huga, og ég algjörlega sammála því, þau eru ekki góð og ekki okkur til fyrirmyndar, engum okkur. Já, einhverju fleiri sem vilja taka. Já. Sigrún, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Ég verð að segja að ég verð fyrir svolítið miklum vonbrigðum þegar ég hlusta á bæjarstjóra. Mig langar að byrja bara á því að fara aðeins yfir hvernig þetta mál er tilkomið. Það er þannig að ég var ekki á landinu og varabæjarfulltrúi minn þessa dagana, hann mætir hér á fund og og var mjög misboðið yfir þeirri framkomu sem hann mætti. Og nú er það þannig að þetta snýst var ekki 1 af 8 eða 1 og 8. Þetta snýst miklu fleiri fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar heldur en nokkuð tíman bara Hildi eða bara mig. Við skulum hafa það í huga að fyrir nokkru síðan í sumar þá mætti varabæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar Jón Jósep hér á fund í bæjarstjórn og eftir þann fund var honum svo brugðið að hann sagði af sér og sagði af sér því embætti. Á síðasta kjörtímabili og ég bara neyðist til að segja frá þessu, þá starfaði ég með Samfylkingunni og það kom oftar en einu sinni og oftar en tvisvar fyrir að það var rætt eineltið sem að Jón Jósep var fyrir á síðasta kjörtímabili af hálfu meirihlutans. Og ég fékk fréttir af því í þessum viðræðum við ákveðna fulltrúa í Samfylkingunni og þetta var líka rætt þar á bæjarmálafundum eða svona minnst á þetta að þetta ætti sér bara langa sögu, að þessi framkoma ætti sér langa sögu og þannig að þetta einskorðast ekki bara við einn, þetta einskorðast við marga sem að er sýnd algjör fyrirlitning. Ég get til dæmis sagt frá því að á hverjum fundinum á fætur öðrum í bæjaráði hefur bæjarstjóri rokið út af fundi í reiðikasti og skammast fram og tilbaka. Mér finnst þetta ekki rétt háttsemi af bæjarstjóra. Ég hef líka á þessu kjörtímabili, ég veit ekki hvað ég hef oft staðið í ræðustól og hort á líkamstjáninguna við borðið í kringum mig, reiðina, skammurnar við forseta bæjarstjórnar, bæjarstjóri að skamma forseta bæjarstjórnar fyrir fundastjórnina meðan ég meðan ég stend hér í ræðustól og svo framvegis. Þessi líkamstjáning, hún hefur verið mjög truflandi og sumum finnst það bara alveg sjálfsagt að hafa sér svona. Mér finnst það ekki og ég sé ekki annað í stöðunni en að við fáum bara óháðan aðila til þess að skera úr þetta. Það er alveg borin von að hægt sé að virkja undirmenn bæjarstjórans til að fjalla þetta með einhverjum til að fjalla þetta mál. Þeir eru bara vanhæfir.
þeir eru undirmenn bæjarstjóra, undirmenn meirihlutans og það bara gengur ekki upp að það séu þeir sem eigast að stjórna þessum viðræðum, sérstaklega af því að bæjarstjóri, hann sér ekkert athugavert við sína framkomu. Ekkert athugavert. Og það er líka einfaldlega þannig að það er bara lögboðið ákveðið ferli í svona mál. Og og það er sem sagt samkvæmt lögum vinnuvernd er ábyrgð Mosfellsbæjar mjög skýr. Í 65. greininni segir atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé sérstakt áhættumat þar sem meta skal áhættu í starfi með tillit til öryggis og heilsu starfsmanna og áhættu þátta í vinnuumhverfi. Ég lít á Mosfellsbæ sem vinnustað okkar sem erum hérna í bæjarstjórn og þess vegna á þetta auðvitað líka við í þessu tilviki. Ég vísa því alfarið á bug að þetta sé eitthvað bara innan búðarmál hér. Ég er alveg sammála því að við þurfum ekki að fara með framhaldi í fjölmiðla. En að við fáum, eins og ég lagði til daginn, óháðan vinnusálfræðing sem er viðurkenndur af vinnueftirlitinu til þess að fara yfir þetta með okkur. Og tillagan sem ég bar upp hljóðaði svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að fengið verði vinnusálfræðingur sem hlotið hefur viðurkenningu vinnueftirlits ríkisins til að gera úttekt á samskiptum fulltrúa í bæjarráði og bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Honum verði einnig falið að gera úttekt úrbætur. Og ég held að eins og lögin segja, þá eigum við bara líka rétt á þessu. Okkur finnst að við séum lögð í einelti. Okkur finnst, og það er ekki bara ég, fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í fræðslunefnd upplifði það mjög oft á fundum í fræðslunefnd á fyrri hluta þessa kjörtímabils að það væri komið mjög ókurteislega fram við hana og þetta er svona gegnumgangandi vandamál þessi hegðun og þess vegna óskum við bara eftir því að við gerum þetta svona, að við leitum okkur að fagmannesku til að taka á þessu máli sem er ekki undirmaður bæjarstjórans. Það er okkar tillaga í þessu. Og eins og ég segi, það má alveg sleppa því að koma þessu í fjölmiðla, þetta komst í fjölmiðla í gegnum bókun í bæjarráði og en þetta er okkar tillaga. Við viljum leysa þetta svona. Og við eigum líka skýra rétt á því að verkfallið sé þannig að gert sé, hvað kallast þetta hérna? Að gert sé, já, svona áhættumat. Og það segir líka í lögunum að það sé eðlilegt að fara fram á að það sé einhver aðili utan vinnustæðurinn sem gerir. Er ég að gleyma einhverju? Já, Haraldur, þú er næstur að manna svo, þessu. Já, sko, þetta er vand með farimál og það
Það vand með farið af því að ég sagði það hérna áðan, ég held að okkur hafi eitthvað mistekist að tala hérna saman. Og þess vegna verður maður svolítið að vanda sig, hvað maður segir. Ég held, og ég er ekki einn þá skoðun, að ef það að læsa samskiptavanda, sem að mínum huga og ég er ekki einn þá skoðun heldur, þá þurfum menn að tala saman. Ég er að bjóða upp á það samtal. Að það eigi sér stað. Ég var ekki að meina það hér áðan að starfsmaður bæjarins ætti að fara hér í einhverja rannsóknar á því hvernig þetta farið fram. Hann ætti eins og að halda utan á þennan fund og fundi ef að á þarf að halda, ef það eru fleiri. Ef það er fleiri fundi sem í þetta ekkert ólíklegt. Og bara hann héldi utan hann svona stýrði honum, skráði niður sem fram á honum kæmi að þeim og héldi utan þetta verkefni með þeim hætti. Ég held að við verðum að geta treyst því starfsfólki sem er með ráðin hérna til vinnu að það vinni fyrir alla, ekki bara einhvern einn, eða einhvern einn flokk, eða einhvern einn mann í einum flokki. Og ég veit að starfsfólk Mosfellsbæjar er þannig þenkjandi. Mér fannst þessi tiltekni starfsmaður gæti hæglega tekið þetta verkefni að sér. Hann hefur ekki upplifun af þessu máli. Ég hef rætt þetta við hann, spurt hann hvað sé tilbúin til þess. Ekki gefa honum fyrirmælum það, vegna þess að þetta er svona verkefni sem að maður gefur ekki fólki fyrirmælum að gera, heldur spyr hvort það sé tilbúin til að taka að sér. Og hann sagðist alveg vera tilbúin til að halda utan þetta samtal með þessum hætti. Það getur vel verið að út úr einhverju svona samtali komið það að við þurfum að leita okkur einhverja aðstoðar hjá einhverjum öðrum. Ég getur bara vel verið. En skilyrði er það að við setjumst niður og tölum saman. Og án þess að vera hér að tala við bæjarbúa, í myndavélina, í fjölmiðlum eða einhvers staðar þar sem að við getum sagt eitthvað eða sagt eitthvað rangt eða sagt eitthvað sem einhver aðrir túlka með einhverjum aðrum hætti, við þurfum að tala saman hreinskilið. Það getum við gert með að setjast niður og ræða hlutina. Við höfum ekki gert það, mín skoðun er sú, endurtek það, við höfum átt að gera það miklu fyrr. Ég sagði það líka hérna áðan að það var örugglega eitthvað ábótavant í því hvernig við hin höfum hegðað okkur eða sagt eða gert eða eitthvað. Við værum ekki saklaus í þessu. En það er hins vegar þannig að það er ástæða fyrir því. Það er ástæða fyrir því að fólk líður svona. Það er ástæða fyrir því að bæjarfulltrúar og íbúahreyfingarinnar líður svona. Það er líka ástæða fyrir því að hinum bæjarfulltrúum líður svona. Ég get alveg fullyrt það að þeim líður heldur ekki vel yfir þessu ástandi og þessum samskiptavanda. Það fer allt of mikil tími og orka í það að ræða þetta. Orka sem er miklu betur varið í að sinna íbúanum okkar og gera það sem okkur er falið að gera með að bjóða okkur fram í bæjarstjórn að vinna fyrir þá. Við erum ekki að vinna fyrir þá með því að hafa okkur svona eins og við höfum hafað okkur hér á þessum stöðum. Og við höfum reglur. Ef menn vilja fara í þetta eineltismál og telja sig hafa orðið fyrir því, þá eru reglur það hvernig fara með það í bænum. Það eru verklagsreglur einelti hjá Mosfellsbæ, það er eineltisteymi, bæjarstjórar ekki því, eðli málsins samkvæmt, og þannig að ef við vilja virkja þá leið, þá hefur bæjaráð og bæjarstjórn ákveðið hvernig það með slíkt skuli fara. Ég mæli ekkert með þeirri leið. Vegna þess að ég tel miklu affarasælla að við setjumst niður og ræðum saman.
menn geta síðan staðið hér upp og sagt að einhver hafi rotið út af einhverju fundi eða eitthvað, ég er ekki sammála því, ég ætla ekki að fara hér í samkvæmur því sem ég sagði hér áðan, ég held að sé ekki gott að fara að ræða þetta í einhverju smáatriðum, ég er ekki sammála þeirri lýsingu sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa íbúafræðingur um það að einhver annar á fyrra kjörtímabili hafi verið lagður í eitthvað einelti, ég er bara ekki sammála því og ég held að enginn á okkur hinum sem þar sátu sé það heldur. Ég held að það sé engin ástæða til þess að fara að ræða það hér í myndavélina, af hverju verður það ekki? Ég held að við getum hins vegar rætt að ef við myndum setjast niður og ræða saman. Þannig að ég bara mæli eindregið með því að við hættum þessar umræðu hér sem skilur okkur ekki neitt fram á veginn. Ekki annað að það enda með því við springum framan í hvort annað og þetta endar allt ósköpum. Heldur setjumst niður saman, oddvitarnir, fáum forstöðum að þjónustu og samskiptadeildar til að halda utan um fundinn og athugum hvort að það leiðir okkur eitthvað áfram. Það getur vel verið að það leiðir til einhver annara eða sem einhverju frekari ráðgjöf í því, það er það bara fínt, en það er það okkar forsendum. Forsendum sem við saman höfum ákveðið að gera, ekki einhver tillaga eins gegn hinn. Reynum að leysa þetta saman. Já, ég var undirbúinn að setja. Já, mér langar að ræða þetta mál aðeins hérna. Ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem eru hér að staddir. Það er gott að lenda þessu á einhvern hátt og ég held að mjúka lendingin sé nú þegar komið fram einfaldlega, sem við hefðum kannski átt að gera fyrr, að bara tala saman. Ekki í fjölmiðlum, við erum í fjölmiðlum núna, við erum á YouTube eða ekki, það skilar ekki miklu og best hefði verið að strax í upphafi þegar að þetta var að fæðast í bréfaformi að það hefði verið að tekið þetta samtal. Ég er ekki að tala minna þöggun, heldur stundum er betra að ræða bara beint við aðilana eða kanna hvort það sé einhverjir farvegir fyrir slík mál innan þess vinnustaðar sem það er að vinna á og hann er til staðar en hann var ekki nýttur, heldur farið sem sagt beint með erindi inn á fund bæjarráðs og þess vegna erum við að tala við það núna hér að fund bæjarstjórnar, því við erum að ræða fundagerð bæjarráðs. En hvað sem okkur finnst um hvort annað og þá held ég að sé bara eins og þegar er komið fram að tala saman, þetta eru 4 manneskjur, þetta eru oddvitar allra stjórna stjórnaraflana sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn, taka þetta samtal, við höfum ekki gert það áður og ég held að það sé bara mjög gott, ég hugsaði um þetta töluvert mikið, hvað væri til ráða til þess að þetta sé laust, af því að ef við höldum áfram í svona með herrlúðraða vopni þá skilar það ekki neinu, síst af allu lausn á málunum. Þannig að ég held að þetta sé rétta hugmyndin. Við erum þarna öll við sama borðið og það er ekki 3 gegn 1 eða þannig. Mér finnst það gott að það sé einn maður þarna, þó að sé ekki annað bara til að stýra fundinum, ef við kallum þetta fund, þetta yrði óformlegur fundur eða samtal þar sem við bara tölum á rólegum nótum vonandi og engin ástæða til annars. Hvað svo kemur út úr í, það verður að koma í ljós, vonandi bara skemmtilegra líf og betri samskipti. Þess vegna erum við ná að standa í þessu. Þannig að ég styð það að þetta skref verði stigið, eins og hér hefur komið fram að oddvitarnir taki samtalið hér einhvern tímann á næstunni. En Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel, þú varst búin að biðja mér upp. Má ég biðja stutt fundarhlé? Já, það er biðja fundarhlé og það er að sjálfsögðu veikt. Fundarhlé, sem ég er búin að snakka. Funda 9 og Sigrún Pálsdóttir, þú varst næsta valdur svo, gjörðu svo vel.
Já, ágæti forseti, það er okkar sameiginlega niðurstaða í íbúðarhreyfingunni. Það eru 4 félagar staddir hérna auk mín á þessum fundi að við samþykkjum þetta. Þetta verkefni, þetta hleypur ekkert frá okkur sko. Þannig að sem fyrsta skref þá bara samþykkjum við þetta. En ég mun hins vegar áskilja mig rétt að koma með fagmannesku með mér á þann fund. Ég held að sko ef að ég á að eiga það yfir mér að sitja ein með ykkur á fundi, þá held ég að aðstæða verði bara eins og venjulega. Ég held að við þurfum utanaðkomandi backup í þetta mál. Þannig að ég mun allavega samþykkja að mæta svona fund en með fagmannesku með mér við hlið. Auk starfsmanns bæjarins. Já, er eitthvað sem við ræða þetta mál? Og kannski má ég aðeins. Já, annars Sigríður. Forseti, ég held að sko orð eru til alls fyrst. Það verður að laga ástandi í þessari bæjarstjórn. Það er mikill samskiptavandi sem á sér stað hérna. Ég gleðst við því að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar samþykkir að setjast niður og tala við okkur. Auðvitað er samskiptavandinn mismunandi milli manna hér inni, en ég held að sé góð leið að við oddvitandi setjumst niður, bara við 4. Ég skil alveg bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar. Hún óski eftir því að hafa með sér manneskju sem er þá sér fróð í svona samskiptamálum. Þannig að frá mínu bæjardyrum séð þá sé ég ekkert athugavert við það að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar komi með manneskju með sér. En ég held að við ættum að setjast niður og tala saman því að hlutinni geta ekki gengið svona eins og þeir hafa gengið fyrir sig hér inni. Og ég ætla bara, og ég hef sagt það áður í þessu ræðustóli að þeir geta ekki gengið svona. Þannig að ég styð það að við höldum þennan fund, við ræðum bara hreinskilnislega saman og ég sé ekkert athugavert við það að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar komi með mannesku með sér á þann fund. Það er ekkert að því í mínum huga. Já, fleiri hafa nú ekki kveðið sér hljóðs þetta mál. Ég geti þá litið það á að þetta sé bara fallist á þetta, eins og greinum ekki atkvæðum það náttúrulega bara. Það er þá, já, við þurfum náttúrulega að bóka eitthvað sem niðurstöðu. Nei, við þurfum ekki að bóka, fyrirgefið. Nei, við bara ákveðum að gera þetta. Já, bókum bara. Þannig að ég lít svo á að umræðum þetta fyrsta mál á dagskránni sé lokið. Það voru nokkur önnur mál þarna. Fundargerð bæjarráðs, er eitthvað sem við vilja ræða þar? Reyma því. Það var fjárhagsáætlun og eitthvað svona. Já, það er búið að ræða hana. Búið að ræða hana dálítið í 2 tíma. Ekki fyrir mig það. Nú, já. Já. Óskar eftir fundarlífi. Nei. Þannig þurfum að halda hérna, það verður að greiða atkvæði, annars Sigríður. Ég skal bara greiða atkvæði. Annars verður við 8 atkvæði. Þá verður við að gera fundarlífi. Það gerum við stutt fyrir fundarlífi. Og við heldum það fundið áfram og það er komið að því að samþykkja fundargerð bæjarráðs númer 1327 frá 27. október. En samþykkja þá fundargerð eins og einstök mál verða með sér bennur rétti pönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerðum einstakar nefnda. Fyrst er þar á blaði fundur nr. 261 í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Það er haldinn hér rauða bítill 24. október síðastliðinn. Orðið er laust um fjölskyldunefndina.
Nú, engin kveður svo hljóðs, þá er umræðan lokið. Þess að staðfesta hana eins og einstök má vera með sér bennir rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá koma fræðslunefnd. Þessi fundur var nummer 342 og haldinn 25. október síðastliðinn. Orðið er laust, það er Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að ræða hér mál númer 3, hægir og líðan ungs fólks í Mosfellsbæ. Þarna eru niðurstöður rannsókna meðal grunnskólabarna í 5. til 7. bekk. Þar liggja fyrir niðurstöður á þeirra líðan og það kemur nú ýmislegt þar fram, en eins og hún Margrét Lilja Guðmundsdóttir sem kom frá rannsóknum og greiningu og kynnti niðurstöður bent okkur á að þarna hefur góður árangur náðst í varðandi mörg mál á þessu sviði, varðandi neyslu og annað slíkt. Þá erum við að standa okkur vel með börnin okkar, en þarna er niðurstöður sem er vert að skoða varðandi líðan, sérstaklega drengja á miðstigi, og þarna hefur náttúrulega komið fram að miðstigið er svolítið eins og hið nýja unglingastig, og ég man eftir því sjálf sem kennari að þá hefur nú miðstigið alltaf verið svona það stig sem hefur kannski, eða svo aldur sem hefur kannski svona rifið tekið mest á. Þau eru svolítið að máta sig á þessum aldri, og svo er maður alltaf þakkláttur þegar viðkomandi er komin upp í 8., 9. og ég tala ekki 10. og menn útskrifast frá okkur með miklum sóma. Þannig að við höfum samt sem áður, þarna eru niðurstöður sem koma óþægilega á óvart og við ætlum að bregðast við þeim. Þarna eru sérstaklega drengir og mér finnst það alltaf vera áhyggjumál hvað drengjum yfirleitt í grunnskólum að þeim skuli ekki líða nógu vel. Þannig að þarna er eitthvað sem við þurfum að skoða betur og taka á þessu. Og þetta á ekki eingöngu þetta sé bara skólinn, þetta margt sem snýr líka að heimilunum, foreldrum, samskipti og foreldra og annað slíkt, og fulltrúi grunnskólaforeldra í fræðslunefndinni er nýr og hún heitir Sonja Dögg Pálsdóttir og er gríðarlega áhugasamt foreldri og er sem sagt í foreldrahópi foreldra úr Lágfellsskóla. Hún tók þetta mál bara mjög nærri sér, og það er að segja hún vill gera eitthvað meira úr þessu og telur þetta vera mitt verkefni fyrir foreldrafélögin að takast á við, efla bekkjaranda og annað slíkt sem ég held að hafi sé mikilvægt. Og þarna höfum við tækifæri til að gera betur, og ég held að við ættum bara að líta í okkar eigin barm sem foreldrar. Ég á sjálf barn á þessum aldri sem á eflaust mömmu sem er lítið heima, og þannig að þarna getum við gert betur, og þarna skólinn spilar stórt hlutverk í lífi barna, og þá erum við ekki að tala um það að drengir á miðstigi sé allir að keppast við það að fá hæstu einkunnirnar. Ég held að þeir séu miklu frekar uppteknir af vinunum og það að þykja bara svolítið gaman í skólanum, og þá náttúrulega verður eitthvað nám þegar það gerist, þegar þeim líður vel, þá á sér stað nám. Þannig ég held að þarna sé verkefni fyrir okkur foreldra, fyrir foreldrafélögin og okkur sem fræðsluyfirvöld að taka utanum og taka kannski fastari tökum en við höfum gert áður. Og ég veit að það verður gert, og eins og þarna kemur fram í bókuninni að þetta verður kynnt fyrir foreldrum og kennurum, og Margrét Lilja og annar aðili með henni munu fara í skólana og kynna þessar niðurstöður og hvað er til ráða, og svona hvetja okkur og foreldrar til dáða á skólana það hvernig við tökum utan svona verkefni. Anna Sigríður, gjörðu svo. Forseti,
Já, sko, ég bara rak augunni hérna mynd á blaðsíðu 15 vini. Það er hlutfall nemenda í Mosfellsbæ sem að segja sig að fá eða enga vini. Og það er svakalega hátt hlutfall í 7. bekk. Það eru 20%, þetta er hlutfall, og 22%. Auðvitað er það kannski eins og formaður fræðslunemndar kom inn á, þetta er ekki bara verkefni hérna á skólana, þetta er samfélagslegt verkefni, en það sem mig langar til þess að vita, sko, hvernig ætlum við að halda utan um þetta? Nú fer þetta inn til foreldrafélagana væntanlega og ég hef fulla trú á að þeir grípi utan um hluti sem í þeirra valdi stendur, en hvernig ætlum við sem yfirvöld fræðslumála og félagsmála og hérna í bænum, hvernig ætlum við svo að vinna með eins og þegar við fáum svona upplýsingar, hvernig get ég sem bæjarfulltrúi svo vita hvað verður gert til þess að reyna að ráða bót á þessu. Og nú veit ég þetta er ekki einföld spurning sem ég ber fram og ég veit líka það er ekki einfalt að laga þessa hluti. En mér langar bara aðeins að vita sko hver var umræðan í fræðslunemndinni það hvað gerum við næst með þetta? Af því mér finnst þetta svo svakalegt. Má ég svara? Gjörðu svo vel. Já, þetta er ekki einfalt, en samt í mínum huga sem kennara til áratuga þá getur þetta orðið einfalt. Sérstaklega þegar við náum svona tökum á bekkjaranda og svona utanumhald utanum þessa krakka sem að líður ekki nógu vel í skólanum. Það eru til ýmis ráð og við höfum náttúrulega við ræddum það í fræðslunemndinni að þetta náttúrulega fer til kynningar til skólana og við þurfum að ræða við skólana um þetta, við þurfum að ræða við foreldrafélögin og við viljum náttúrulega fá síðan aftur hingað inn á borð til okkar hvað hefur verið gert. Við höfum ávallt gert það með þessar niðurstöður. Skólarnir hafa brugðist vel við þessu, en núna er það svona mitt ákall eftir þessa fræðslunefnd, eftir að funda þessar niðurstöður, að foreldrafélögin kannski grípi meira inn í. Og ég veit að þetta eru mjög viljugir og flottir fulltrúar inn í skólanum núna sem að vilja koma inn og gera vel og ég er í miklu sambandi við mig, bara að því ég kannski líka að ég þekki þetta fólk mjög vel. Og við höfum verið að ræða þetta, bæði á formlegum eða frekar áformlegum fundum og náttúrulega hér við þetta borð. Og þannig að þegar þetta hefur verið kynnt og þegar við erum búin að ræða við skólastjórana og foreldrafélögin, að þá vantarlega bara setjum við upp eitthvað plan um þetta sem við fáum hingað inn á borð til okkar, það sem við getum kannski hakað í og séð hvað búið er að gera. Já, fleiri hafa náttúrulega hvað sér ljós þetta mál með 3, er einhver önnur mál þarna í fundargerð fræðslunefndar frá 25. október sem fundarmenn vilja ræða. Og ef svo er ekki þá er umræðum lokið þessa fundargerð og þeir sem staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér bennu rétt upp hönd. Allir er staðfesta fundargerð fræðslunefndar. Þá er komið á skipulagsnefnd. Fundur nr. 447, 27. október síðastliðinn. Orðið er laust. Þá fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð. Þá er umræðin lokið og þeir sem staðfesta fundargerð skipulagsnefndar eru bennir rétt upp hönd. Þá er komið að fundargerðum til kynningar. Það eru nokkrar fundargerðir að venju. Þeim flokki, það er fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa, hann var númer 319 þessi og haldinn hér í Kjarna, 19. október síðastliðið. Orðið er laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Næst er það fundargerð strætó, stjórnarstrætó. Hann var númer 273 og haldinn í Mjóttinni 29. september síðastliðinn. Orðið er laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs, þá er fundargerð stjórnarstrætó
lögð fram. Þá var það skíðin. Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins hélt fund 17. október hér í hjarta Reykjavíkur. Orðið er laust þá fundargerð. Kolbrún, gjör svo vel. Já, takk forseti. Ég nefnilega mætti á þennan fund sem varamaður fyrir Theodór, þar sem hann var í einum af þessum ferðum sínum. En ég bara var svo ánægð með að sjá hvað það sem ég sleppti. Ég veit að Theodór var alltaf búinn að vera hérna lengi, svo tók ég við hérna af honum í smá tíma, nokkra mánuði, eða man ekki hvað langa tíma, og kom 2 ár, já, ok, 2 ár, það var svo gaman þarna. Síðan kom ég hérna aftur og mér var svo gaman að sjá hvað í rauninni áhugin í þessar nefndum að byggja upp þessi skíðasvæði vel hefur ekkert minnkað, og að þarna komin sko stefna, hópur sem sem einhvers konar vinnuhópur að stefnumótun fyrir bæði svæðin, eða þá náttúrulega, já, og svona hvert við erum að stefna, og það var að horfa til margra ára fram í tíman. Ég man ekki hvort það er alveg til 2000 og, Teddi, manstu þetta með mér? Nei. Alveg bara, það er mörg ára fram í tíman, og hvernig við ætlum að sjá þetta í mörgum skrefum, að bæta upp þessi skíðasvæði, að bæta þau enn frekar. Og þetta kom alltaf þessar umræður hvort við að bara fókusera á Bláfjallasvæði og láta þá bara Skálafell vera eins og það eða jafnvel bara loka því, en það náttúrulega kemur ekki til greina okkar hálfu að Skálafelli verði lokað, og við þurfum bara að bæta í þar líka. Og ég talaði alveg skýrt það þegar að sú umræða kom að við ætlum að fara að gera vel bæta í Bláfjallina, þá sé kannski bara einhver möguleika þegar við bara lokum Skálafelli, en það kemur ekki til greina. Og ég tel að bara skíðaiðkun sé mjög mikil lýðheilsumál. Þetta er fjölskyldusport, og þarna það er hægt að komast á skíði án mikils tilkostnaðar. Þetta er góð fjölskyldusamvera, þarna er öll fjölskyldan saman, og ég held að þetta er svona eitt af þeim svona dagrar dvölum sem fjölskyldan getur farið í saman, og ég held að við ættum algjörlega að standa föst á fótunum hvað það varðar að Skálafellið verður áfram opið. En allavega flott að sjá þennan hóp sem er að vinna þessari stefnumótun, og mér finnst þetta vera bara svona alvöru skriðþungi í þessari stjórn núna, og ég bara er ánægð með þetta fólk. Já, Theodór, gjör svo vel. Forseti, ég kannski bara tek undir með Kolbrúnu þetta, en það er kannski líka sá munurinn frá því áður var að nú hafa stjórnendur sveitarfélagana, og það er að segja bæjarstjóri og borgarstjóri, mun meiri áhuga á málinu. Aðstæður eru heldur betri en áður, en til skíðasvæðan ekki settir miklir fjármunir af þessum stóru sveitarfélögum. En það er viðhorfsbreyting, og það er kannski það sem fannst fyrir Kolbrúnu á fundunum, það er svona jákvæður andi, og við finnum fyrir því þannig, og við vonum auðvitað að það skilist því að ákvarðanir til bara kaup og viðhald og lyftum, þetta eru nokkur 100 milljónir til lengri tíma, þó það sé ekki háar fjárhæðir. Einn gervigashvöllur kostar nokkur 100 milljónir, og þeir eru nokkrir til. Þannig við verðum líka að horfa til þessar íþróttar og þessar útivistar. Þannig ég skynja að þetta er stemmingin, og það ber að þakka þetta bæjarstjórnunum og okkur kjörnum fulltrúum fyrir þessar áherslur. Og það langaði bara að bæta þessu við. Úrsiti. Nú, fleiri hafa ekki kveðið sér fyrirgefið. Sigrún. Já, ágæti forseti, ég er bara hér til að taka undir. Skíðaíþróttin er frábær íþrótt, og ég bara óska fólki góður að starfa í þessari nefnd. Nú, fleiri hafa ekki hvort sem hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Og þá er það síðasta fundargerðin í kvöld, ágæta fundarmenn. Það er fundargerð stjórnar Sorpu. Fundurinn var haldinn föstudaginn 27.10. Fundurinn með 380. Orðið er laust þá fundargerð. Engin kveðs hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram.
Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka fundarsetun og segi fundi slitið. Nó, það var svo rosalega fast. Það býr 25 sekundur. Hvað var klukkan?